Já, velkomin að borðinu. Það verður margt og mikið á dagskrá í kvöld. Hérna aftast í þættinum talaði við Jón Kristjánsson fiskifræðing sem að fékk að ávarpa sáttanemnd Svandísar Svavarsdóttur sem hefur verið kallað auðlindin okkar. Jón hefur verið helsti gagnrýnandi á fiskveiðistjórnunarkerfið áratugum saman, hefur spáð fyrir afleiðingar aðgerðar og veiðiráðgjafar Hafrannsóknastofnunar og hefur haft rétt fyrir sér, þrátt fyrir að spár hans gangi þvert á það sem að Hafrannsóknastofnun hefur lofað. Hann fékk 20 mínútur til þess að leggja fram sína gagnrýni núna í morgun og ég ætla að tala við hann hvernig gekk hérna á eftir. Helena Ólafsdóttir öryggisráðgjafi hjá Sameinuðu þjóðunum. Hún skrifaði grein á Samstöðuna og velti fyrir sér af hverju Ísland að dragast aftur úr, benti á að fyrir hrun 2007 að þá hefur Ísland verið efst á öllum listum til þess að meta stöðu samfélaga með svona það sem notað fjölþættar aðferðir til þess að meta stöðuna ásamt Norðurlöndunum, en nú eru Norðurlöndin áfram efst á sambærilegum listum en Ísland komin í 22. sæti. Ég ætla að spyrja Helen hvernig standi á þessu. Guðmundur Arngrímsson, formaður samtaka leigjenda, hélt frábæra fund á laugardaginn þar sem hann fór yfir stöðuna á leigumarkaði og nú hefur hann gefið út lítinn bækling sem að þetta akkurat, nokkra staðreyndir stöðuna á íslenskum leigumarkaði og hann ætlar að koma og segja okkur hver hún er. Það er alltaf tími til þess að taka svona stöðuna á verkalýðshreyfingunni. Það er stutt í þing ASÍ sem hafa frestað sér til haust, þá hafa verið aðeins seinna í þessu mánuði. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, ætlar að koma og segja okkur frá því, en Þóran Eyfjörð, formaður Samíkis, kemur líka og við ætlum að ræða svona stöðuna á verkalýðshreyfingunni, í verkalýðsbaráttuna og í dýrtíðartímum, hvernig, hvort það vænta megi þess að verkalýðshreyfingin nái að gera kröfur það að það verði bætt í velferðarkerfi á Íslandi. Það var talað fjármálaáætlun á þingi í dag og Ásgeir Brynjar Torfason kemur og ræðir við mig það, en ég býst við að við munum líka ræða aðeins stöðu sveitarfélagana því að opinber fjármál ekki bara fjármál ríkisins, þetta líka staða sveitarfélagana. Þetta og peningastefnan vinnur allt saman og við ætlum að fá glöggamynda því hérna rétt og eftir þegar Ásgeir Brynjar kemur, en við byrjum á fréttum dagsins. María, hvað er eitthvað frétt í dag? Herði, já, það eru meirihluti landsmanna ósáttur með kvótakerfið. Það er nú ekki frétt. Sem að nú ekki svo sem frétt kannski. Nei. 83% telja auðlindagjöld að vera herri. Já. Það er eigendur þjóðarinnar. Þetta er þjóðin á þetta. 80% af þjóðinni vill fá herra. Já. Og svo náttúrulega einhverju sem að svara alltaf veit ekki. Já, með 56,6. Það er spurningu afstöðuna til kvótakjörsins. Þá er maður tekur sérst mjög andvíg og nokkuð andvíg eða frekar andvíg. Þá er það 57% á móti 22. Það er svona ef þú tækir bara þessa hópa sem eru með á móti, sleppir þessum manna sem yppta öxlum, þá er það 72% sem eru á móti kvótakjöruna. Þetta er svona svipað, kannski ég vil læra heldur að sé því öðrum konunum. Já, eiginlega, það ekki. Það hefur stundum verið með ennþá meiri. Svo sem skiptir ekki máli hvort það sé 72 eða 76, þetta er svona þetta rokkar eitthvað til einhverja skekkjumarka og eftir sem áður er þetta að segja bara megin þorri almennings á móti kvótakjörunum. Stuðningsmenn kvótans sem stórútgerðin og fylgifiskar hennar segja að það sé vegna þess að þjóðin sé vitlaus, skiljið ekki og sem einhverja ránkumundir lesi kannski fjölmiðla og fylgist með sem að drægi ekki brétta mynd ef að þjóðin myndi geta séð kvótakerfi frá sjónarhorni stórútgerðarinnar í gegnum veskið þeirra, þá myndum við náttúrulega sjá að þetta er stórkostlegt kerfi, segir stórútgerðin. Besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Já, þetta heyrir maður alveg ótrúlega oft. Minnst ég samt heyra það eiginlega sjaldnar heldur maður gerði hérna fyrir nokkrum árum.
Já, kannski eftir að hætta Ég kannski lokar eyránum þegar komin í mikinn bergmálshelli. þegar Ég segi svona. Heiðrún Lind opna munnið, það kannski bara lokast eyrúnar. Hún segir þetta í kannski Já, hún náttúrulega er á þessu. Já. En ég ætla að tala við hann hérna Jón Kristjánsson og eftir sem er mikill baráttumaður. Já. Og það sem er kostur til hann að hann hefur gagnrýnt sko Hafrannsóknastofnun og veiðiráðgjöfina. Því að jafnvel þeir sem er á móti kvótakerfinu bæti vilt á undan sko, en ég er náttúrulega styð fiskveiðistjórnarkerfið. Það hefur gagnast vel. Það hefur náttúrulega ekki gagnast vel. Nei. Það átti að skila 500.000 tonnum af þorskafla á hverju einast ári. Við erum einhvers staðar nálega 200.000 í dag. Já. Þannig að það hefur aldrei gengið neitt eftir. Það samt geta allir upp hverju eftir öðrum. Þetta sé besta fiskveiðistjórnarkerfi heimi. Já, og fara svo að deila hvort að auðlindagjöldin eigi að vera 5 milljarðar eða 6,2 milljarðar. Já. Ef að þeir farið af fiskiráðgjöf Jóns Kristjánssonar og veitt til þess að þeirra fiskurinn horast, að þá vill Hafrannsóknastofnun banna veiðar, að því að fiskurinn verði að fá verið í friði. Jón segir, nei, það verður að veiðan. Hann er að horast að það er ekki nóg að fæði. Það fæðið í sjónum. Það er margi fiskar. Já, þess vegna verður við að veiða, annars bara eyðileggjum stofninn. Ef að hefði verið farið eftir veiðiráðgjöf Jóns Kristjánssonar, þá hafði komið inn í Íslands samfélag 1000 milljarða á þessum tíma sem kvótakerfið er. 1000 milljarða. Þetta er líklega sko, það er eiginlega mjög fá mál sem við getum reiknað upp í svona stærðir sko. Við getum náttúrulega reiknað byrði íslenska almennings af auðvaldinu að þurfa að bera þetta á stofnum. Það getur fengið stærri tölur. En svo er það eiginlega þetta sko. Og það er sem skrítið í allir þessum umræðu kerfið sem teltur að kannski stærstu hagsmunir hvort að við eigum að beygja okkur undir þessa veiðiráðgjöf sem að hefur aldrei gengið eftir. Það hefur alltaf verið að spá ykkur og það gengur aldrei eftir. Og alltaf þegar Hafrannsóknastofnun segir eitthvað að gerist, þá segir Jón, nei, það mun annað gerast. Það er þetta. Og það gengur alltaf eftir. Já. Þannig Jón hefur sýnt að hann hefur haft rétt fyrir sér. Hann er sá maður í Íslandi sem getur gengið og setja 12 svo, helst allra. Ég ætla að ræða við hennan eftir. Það er mjög skemmtileg viðmælendan Jón. Hvet ykkur til þess að vaka fram eftir og hlusta á Jón, þetta er lok þáttarins. Herðu, nú á ekki að sagt að það verður ekki sagt að fyrir nagladekk fyrir í mæ. Þó að sé bannað að keyra á þeim. Já. Ég var að Þú ert mjög mikið á móti nagladekkjum. Já, alltaf meira og meira sko. Ég finn það bara. Ég byrjaði svona. Finnst þér þá bara mengun í loftinu eða eitthvað svona? Já, ég er ekki alveg með góð lungu sko. Og einhver leiti tengið að ég labbaði nokkur ár. Alltaf svona, sem leiti er Miklabrautin svona eins og grifja þarna í kringum Klambratún. Og ef það er svona stillur og svona þá liggur þetta alveg yfir þar. Og ég tengi alltaf að svona lungun á mér hafi byrjað að versna eftir það og ég finn svona ef það er mikil mengun í loftinu. Ég finn það líka ef það er mikil mengun frá Hellisheiðarvirkjun sko. En svo tekum maður eftir þessu, eins og oft er, ef þetta meiðir mig, þá tek ég eftir líka sko skítnum á götunum. Og svo tók ég eftir daginn að ég var að labba fram hjá bíl sem var Tesla. Og svona að við stoppa svona með aðeins með hjólinn svona svolítið út og var á nagladekkjum. Og mér fannst þetta bara, hvað? Tykkist þetta ekki vera á rafmagnsbíl til þess að einhvern veginn að stuðla betra loftslagi og betri loftgæðum. Hér er svona nagladekkjum, hvernig er það hægt? Já, ég er á Er það nagladekkjum? Ég er á nagladekkjum. Akkur? Af því að ég klesti á í vetur í hálkunni og bíllinn var á bara óndundekkjum og ég á ekki þennan bíl sko. En hann var sóttur til mín í skyndi og farið með hann á verstaði og setta á nagladekk svo ég myndi ekki skemma hann meira. Ertu búin að skipta? Nei, ég er að fara að skipta núna. Hvað er langt síðan það var snjór og hálka? Það er nú ekkert svo langt síðan. Jú, marga vikur. Nei.
En ég held að það sé svona 3 dagar árið. Það er verið að kanna núna hvort að sumardekkin séu í lagi eða hvort þú þurfa að kaupa hannur. Það er svona 3 dagar árið það sem hægt að réttlæta þetta með einhverju liti. Það er svona að þú býrð eitthvað þar, ef það verður sko glerhált. Já, þetta var einmitt sá dagur hérna, dagur 2. Þá var maður bara að vera heima sko. Eða banta leigubíl eða labba eða svo er náttúrulega alveg hægt að keyra á hinum dekkjunum. Keyri bara hægar og kannski ekki að svona stíga reglulega. Ég er alveg góð í snjó sko. Allavega ef ég er á góðum heilsustekkjum það er bara fínt sko. Sástu viðtal við Arnar Þór? Já. Hægri mann hérna? Já, ég sá. Alltaf að berjast fyrir einstaklingsfrelsinu. Ég lagði meðal annars þessa þraut fyrir hann. Og spurði hvað má ekki banna þér að vera nagladekkjum? Til þess að hérna venda loftgæðin mín. Já, og hann sagði jú. Þannig að þetta er ekki það er jafnvel sko örgustu hægri menn sko hérna þetta er náttúrulega það var samt svolítið erfitt að skilja hann sko að því hann var í aðra röndina að segja í rauninni að það mætti allt allir ætti að mega allt sko. Skadar aðra sko. Já, en samt sko Nei, þetta er nefnilega það, þetta er bara stjórnmil þú verður að hafa frelsi en það má ekki ganga lengur það skadir sko almannahag og rökin hérna með deiluna COVID og svona snýrst allt það að það var ekki bara það má alls ekki sko hérna Nei, svo verður alltaf þessi deila engaréttin heldur var það að rökin almannaváin var bara röng Já, en sko en ég ætla að segja sko hjá þeim sko, það er nefnilega síðan málið en svo fer fólk alltaf að debeita sko hvað er samt sko rétt og hvað er ekki rétt Herði, ég sé að þú ert forhert naglagt ekki að kona bara komin í skotgrafir já, bara á hybrid og keira á nagladekkjum ég er bara eins og þessi testluðandi það er sumardagurinn fyrstir á 50 en ég nota hérna metan í staðin fyrir bensín það breytir engu þetta nagladekkjum það segir mér hérna ætlar að nýta tækifæri sem er lokka gefur að þó svo megi ekki keira á nagladekkjum ætlar að vera á þeim alveg bara fram á mánaðamótum þá getur það að fara að grænka í túnum ég er bara að fara að skipta dekk sko bara núna í vikunni núna eftir ég hleyp bara núna Nei, ég er að fara að gera það í vikunni þetta mál er nefnt sko Ég skil ekki af hverju að það er ekki hérna, meira anduð við þetta, svo kemur alltaf fólk utan á landi og þú veist og segir að það hérna, með ekki koma í bæinn sem að væri svolítið fyndið, að þeir eru að fara úr skónum hérna, ártursbrekkunni en auðvitað er ekki vandi að hafa það þannig að hérna, þú getur verið búin í bæ og verið með íbúðakort og hérna, þú borgar ekki stöðumæli þannig að þetta búið til að kerfi í kringum það er alltaf stokkið á eitthvað svona ítrustu dæmi þess að 3 daga það sem er hálka það voru nú aðeins fleiri dagar í vetur sko Nei, það var svo mikill snjór sko. Já, ég meina það nagladekk gagnast ekkert í snjó það gagnast bara ef það er hérna, þetta eru svona litlir pinnar sem kom út þau eru bara til þess að alltaf kerfi við tjörnina Ef að fara yfir í einhverja aðra fréttir en nagladekk. Ég veit það, gerði ekki stærsta fréttir. Þetta er þessi risamál. Já. Heyrðu, ég ætla að fara yfir í næstu frétt. Everton vill 1,7 miljard króna vegna rannsókna bresku lögreglunnar á Gylfa. Frá hverjum? Þessu sem að kærðan eða frá Gylfa? Nei, bara frá lögreglunni býst ég við sko. Já, af því þetta er náttúrulega lögreglan sem að hérna, ríkið þarlendi, breska ríkið sem að er þannig að búa það er að vera tilhæfulaus aðgerð líklega tilhæfulaus gæsluvarðald þá fór menn bætur í 2 ár sko en Everton það er ekki komið mér er samt svo skrítið að okkur er ekki fréttin að hann ætla að krefja því hann er ekki búin að ákveða að gera það en Everton hefur þurft að borga honum laun allan tíman hann með 900 milljónir á ári það er ágætis 900 milljónir já einmitt hvað er það mikið? Býtu, ég er alltaf 75 milljónir á mánuði einmitt, það er svakalegt það er rosalegt Heyrðu kannski hefur þetta einhver borgánu með kreditkorti í gær og þetta sé bara rugl hann sé kannski bara með 750 skall á mánuði það rann til nullin í gær maður sem keypti sér hvað var það? Á Bæjarins bestu og kom svo í Hagup og þá var bara engin innistæða kortinans
af því að greiðslu miðlunar fyrirtækin voru að breyta aðeins fella í burtu aurana íslensku krónunni og þá var eitthvað neitt rann til. Já, við voru að gera það, já. Þannig að hann borgaði 176.000 fyrir pulsuna. Pulsuna. Já. Ég veit ekki alveg hvernig þetta, ég held að ég veit ekki hvernig þú lítur að þurfa að þýða þetta yfir á dollar eða eitthvað og sleppa eitthvað þar. Já. Því að þóttu takið 2.0 eða eitthvað, þá kosti ekki pulsan 1700 kall. Nei, þetta svolítið skriðið. Og það voru fleiri dæmi einhver borgaði, ég man ekki eitthvað, 2 milljónir fyrir eitthvað og þannig að þetta var allt í steik. Já. Sömuleitið erfitt, að því að bónus til dæmis segir það að hellinga fólki komið og verið að kaupa í matinn og bara ekki verið vinnistæða á kortunum. Nei, þetta minnir mér nú bara á þegar allir voru svo hrættir við aldamótin, að því þá myndi allt fara í steik. Ég sá það í fréttinni að því að stundum við með fókus í fréttum svolítið skemmtilegur. Já. Og þá var fyrirsögnum að þetta var eins og mikið álag á starfsfólkið. Það var langmest álagi á þann sem var að fara að kaupa í matinn og fór svangur heim. Auðvitað. Það er oft, fókusin er oft svona eins og svolítið frá kerfinu. Já. Herðu, já, fjölskylda Brynjars Þórs sem lesti átökum. Það var árásarmaðurinn í Blönduósmálinu svo kallar. Já, fjölskylda hans segist hafa fengið villandi upplýsingar. Sættist ekki við að rannsókn málsins verið felld niður og ekkert ákært og vilja fá sannleika fram. Já. Hvað veitur þetta? Ég bara hef svo litið sett mig inn í þetta mál einhvern veginn, en mér finnst auðvitað ánáttúrulega bara auðvitað þurfa svona mál að vera hreinu. Já. Þau setja frá sér yfirlýsingu. Já. Vegna þess að þessi ákvörðun þetta hljómar eins og hafi allt orðið bara brjálað og þetta fólk hafi gengið í gegnum helviti fyrir að hafi ekki sett sér við þessu niðurstöðu. Og því ég held að sé ekki aðstandendur þeirra sem að dóu sem að láta þetta er ekta svona mál þar sem að alls konar fólk fyllist hneykslan og reiði. Já. Mér finnst einhvern veginn, maður hafa heyrt svo oft að lögreglan hafi ekki rannsakað mál nægilega vel. Nei. Og hafi fellt niður rannsóknir á bara einhverjum fáránlegum stöðum. Já, svo segja það. Það hafi verið svona misvísandi hvað lögreglan sagði og atburðar á þessu óljós. Og þau vilja fá að vita af hverju drengurinn dó. Þetta segja drengur, þetta ungu maður. En það sem kemur fram í yfirlýsingunni er að þau vilja að verði komið fram hvað gerðist áður og eftir. Já. Þannig það er eins og þau hafi einhvern grunum eitthvað hafi verið að gerast. Kannski vilja það voru náttúrulega samskiptasaga á milli þeirra. Ég efast nú að þau vilja að það sé dregið fram. Ég veit það ekki. Maður veit það ekki. Það er alveg sama hver hún var. Það getur alveg réttlægt þetta við erum með allavega svona einhverja glæpi og ofbeldismál og undarleg og bara dauðsföll í það sem hefur verið talað þetta nákvæmlega einmitt að mann eftir frásögn móður að dóttir hennar hafi dáið úr óvidósi heima hjá kærastanum sínum og hann virtist hafa verið hjá henni í marga klukkutíma eftir hann dó. Já, og einhvern veginn og foreldrar hans heima og alls konar eitthvað í gangi en lögreglan felldi niður hans það er allavega svona dæmi. Heimildin var með í síðasta blaði snjóflóðin á Súðavík og það fjallaði það að það var eins og við reyndar fjalluðum á sínum tíma í Morgunbústinum. Það voru varnaðarorð áður en að það gerðist og nóttina sem ekki var sinnt en þá var það var bara þagga niður vegna þess að samfélagið þoldi ekki það að það er þessi hörmungar atburður og svo er eitthvað sem er óljóst og snúið í því. Það er bara langa einfalt að hafa þetta bara hryllilegan atburð sem að henda okkur öll og það er bara engin sögn einstæðar eitthvað. Og það er önnur mál sem á eins og ólíklegum stað og það er sem að Facebook-hópið sem heitir gamlar ljósmyndir eða gamla myndir. Þar hefur verið frásagnir af Íslendingum sem að dóu og allt bendir til þess að hafi verið drepnir eða myrtir það er svona, ég veit ekki hvernig að orða það af hernámsliðinu og ekkert að því var rannsakað. Já, er það? Já,
það bara allt byrjaði ykkur að segja eitthvað eitt dæmi þessu og þá kom bara búm hellingamálum sem ekki hafa verið gerðu upp. Síðan var útvarpsþáttur á Rás 1 páskana grun eitrunina sem hét myrtuðir Eggert eða hét einhverju svona svolítið svakalegu nafni sko. Og þar kemur fram að það var aldrei rannsakað þrátt fyrir að það hafi verið full tilmynd til þess og svo í eftirmálu þess þáttar kemur fram að það voru 6 eða 7 sambærilegar eitranir sem aldrei voru rannsakað. Þannig að kannski eigum við bara eftir að opna bara alls konar hirslur hér í sögunni. Kannski þurfum við að fara að vera með þættin álist sakamál á Rauðaborðinu. Ég hvet fólk til þess að grafa, svo margir í þessum hópi að vita þess að það er á honum sem heitir gamla ljósmyndir á Facebook. Þar hefur mjög áhugaverðar frásagnir. Til dæmis að ungri stúlku sem hvarf, ungum manni sem var að labba frá bílaverkstæði Egils Viljámssonar á horninu á Rauðarárstíg og Laugavegi, bara upp á Grettisgötu og þar var hernámsliðið með pínulítið svæði nálægt það sem að núna er Austurbæbíó eða alveg upp við það og hann kom aldrei heim og þannig að horfið þar. Þetta er svakalegt. Og allt er þetta svona það þetta eigum við nokkuð að vera líftaka þessa þetta er erfitt. Hvað hefur það upp á sig? Eins og þennan meðan að manna Blöndósi, ég meina þetta er óheilla maður sem kemur og veldur sko ótrúlegum skaða og harmi og til hvers að vera íva sár. Þetta er mjög undarlegt ástæða. Þetta er lítið samfélag og við erum meira í erfiðleikum með þetta heldur en stóru samfélag. Kannski samfélagið með svona ótta við svona eins og confrontation. Ég man ekki hvað heitir á íslensku. Við erum næstur í virkum ekki sem samfélag vegna þess að við erum svo meðvirk. Það er bara suðar í eyrunum á okkur leið og kemur eitthvað sem er erfitt. Sko. Já, einmitt. Og sem maður náttúrulega er ekki í lagi. Nei, einmitt. Og náttúrulega að hluti að því að vera manneskja er að bara geta horfst í augu við erfiða hluti og tekja á þeim. Já, nákvæmlega. Það eru strútarnir sem stinga alltaf höfðunum í sandin. Einmitt. Er þetta með meira? Heyrðu, það er háskólaprófessor mjög ósáttur við, hann vil meina það að það sé komið í ferli núna, að það séu nokkrar ritgerðir sem að... Komið í ferli? Er það Katrín Jakobsdóttir eða hvað? Já, það mætti alltaf það. Þetta er svolítið einmitt athyglisvert orðalag, sko, að því hann vil meina það að við séum bara, það sé að gerast mjög hratt núna, að gervigreind sér í þessi til rúms og að við séum að sjá afleiðingar af því núna og það er þannig að það eru, þetta er sérstaklega Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs háskólans og hann heldur að nú þegar hafi verið uppvíst að nokkri nemendur hafi skilað mastersritgerðum, skrifuðum að gervigreindum. Má það ekki? Nei, augljóslega ekki. Á hverju segir það? Stendur það í einhverjum að megi ekki láta gervigreind skrifa ritgerðir? Já, skólinn hefur þetta allavega til skoðunar núna og hann segir að þetta verði þetta muni hafa alvarlegar afleiðingar fyrir þá nemendur. En ekki gervigreindina, kannski gervigreindi sér í skóla? Nei, hann segir bara þessi, tilfelli. Ég skil þetta ekki, er ekki gervigreind bara verkværi, má nota reiknivél? Já, einmitt. En þetta er líka bara alveg svo þú mátt ekki vinna ritgerð fyrir mig. Nei, líka bara, þú veist. En gervigreind er bara verkværi. Já, maður myndi halda það, sko. Ekki samnemandi. Þú þarft náttúrulega, lesi yfir líka það sem gervigreind skrifar fyrir þig, því þú þarft að passa. Kannski ertu bara. Nei, ég meina, þú þarft að passa upp á staðrendavillur og annað og að gervigreindin sé ekki eitthvað alveg að hlaupa út undan sér. Þannig að Ég held að háskólinn sé ekki búin að setja þetta í reglunar að megi ekki nota gervigreind. Ég heldur að sé að vakna allt upp eða þá þurfa að fara að ákveða þeir þurfa að fara að ákveða þetta, sko. Þá munu þeir að deila hart um það, sko. Já, ég hugsa það líka. Ég er að vissum að til háskólafólk sem segir ég meina, akkur má ekki gervigreindin, máttu ekki nota gervigreind. Ég var einu svona að kenna listasögu og í framhaldsskóla og ég let alltaf krakkana semja prófin sjálf. Þú veist, ég meina, þau máttu bara nota bækurnar og auðvitað og að því þú lærir langt mest á því, þú lærir miklu harðari við sjálfan þig. Og gefa sér engun líka kannski? Nei, svo bara gaf ég þeim engun en
en þau eru mikið harðari við sig sko, ef að þau fá að læra svona og ég held í rauninni ef að þú farið að láta einhverja gervigreind skrifa fyrir ritgerðina, ég held að þessi ekkit síðra það sem að þú ert að gera því þú ert í rauninni að ritstýra gervigreindinni ákveðin hátt. Ég er ekki alveg viss að það sé sambærileg saga sem þú segir. Það ekki? Fyrri sagan þig í skólanum, hún fjallar sko að þegar fólk var sjálfdæmi þá er það yfirleitt grimmara við sig heldur en það við annað fólk. Já. Þú getur bara að lesa Íslendingasögurnar. Þegar menn fengur sjálfdæmi þá alveg dæmdu menn sig alveg sundur og saman sko. Og það þurfti að vera alveg einstakur siðlýsingi til þess að sko dæma þig létt. Mér veist, þín saga snúast þetta, en ég get ekki tengt þetta við gervigreind. Jú, að því ég held að sko þarna ertu í rauninni að fá svona ókeypis aðstoð eða þannig, alveg eins og þú færð í rauninni þegar þú færð að búa til prófið þitt sjálfur. Þú ert að fá einhvers konar svona ókeypis aðstoð eða ókeypis þú ert að sleppa einhvern veginn léttar á helduru. Það er bara eins og reiknivél. Það var fólk sem trúið því eins og með reiknivélina. Að þú myndir aldrei læra að reikna ef þú notar reiknivél. Já, ég veit það. Þú verður bara að reikna þetta í huganum með reiknistokk. Það er ennþá fólk sem er ennþá starffræðikennarar á núti sem halda þetta. Já. Páll Viljánsson eða? Nei. Kennir það sögu? Hvað kennir það? Nei, ekki nota reiknivélarnar. Ég ætla að tala við á morgun. Þá ætla ég að tala við Þórald Magnússon sem hefur unnið með gervigreind. Það er að setja gervigreindin í hljóðfæri. Ótrúlega klár og skemmtilega maður. Hann er hljómlistarmaður sem hann hneigðist til heimspeki og enda svo í þessu og að því að hann er svo mikið að hugsa sko gervigreind sem hlut af okkur sko. Ef við notum gervigreind mun þá gervigreindin sko hafa áhrif á sko vitund okkar. Við verðum við að gervigreindinni og Já, ég þekki hann Þórhall að fornu fari. Hann er snjall. Hann er frábær. Herðu, Herðu, nú þurfum við að gefa í. Herðu, verðtryggð lán halda fasteignaverði uppi. Þetta segir frétt á RÚV. Já, þetta er eiginlega það sko að með því að taka verðtryggð lán, þú nærði ekki, ferði ekki greiðslumat til þess að taka óverðtryggð lán sem er miklu hagkvæmara fyrir þig, þannig þá hneigist þú til þess að fara í verðtryggð lán. Þannig að í staðin fyrir það að minnkandi kaupgeta fólks og aðgerðið Seðlabankans að þrengja að greiðslumati hjá fyrst og fremst kannski yngri kaupendum, en þó ekki sko, miklu fleiri, að það leiði til þess að fólk fer í verðtrygginguna sem að heldur þá áfram uppi sko fasteignaverðinu. Þannig að bara þetta virkar ekkert Nei, þetta virkar ekkert þetta system og það er ekkert þetta sko skammast í fólki fyrir að taka þessu óverðtryggðu lána því það getur ekkert annað og það þarf að hafa efni á afborgunum hver mánaðamót. En þú vilt skamma fólk fyrir að nota gervigreind? Nei, ég vil það ekki. Ég sagðist að ég ekki heldur vilja gera það. Og ekki naglalegt heldur? Erðu margra vegna bið eftir heimilislækni? Margra vegna bið eftir heimilislækni. Ég held þessi miklu meira, ég myndi orða margra mánaða bið. Já, ég myndi segja það líka. Það er alltaf mín reynsla eða svona fólk sem ég tala við. Já. Og það er bara söguna sem að heyrir og ótrúlegar. Já, ég veit það. Fólk sem hringir í ágúst og panta tíma og færði í apríl. Já. Já, heimilislækni. Já. Ekki heilaskurlækni, sko. Nei. Bara heimilislækni til þess að Já, og svo ef þú hefur samband á heilsuverinu þá er þið bent að hringja panta tíma og þú hringir og þú ert alltaf bara búinn. Það er búið hægt að taka síman þegar það kemur að þér. Þetta er bara þetta er gervigreind. Öll þessi Ég þarf að hringja í bankan í dag og var með bara spíkar og var bara að vinna og eitthvað svona. Svo leit ég á að bara 20 mínútur liðnar og ég fór frá því að var númer 14 í röðinni niður í 10 í röðinni. Reknaði út að ég þurfti að bíða 70 mínútur. Og svona skrifaði þetta eitthvað á Facebook eitthvað. Þeir er alltaf að taka eitthvað þjónustugjöld og svo fáum við eitthvað þjónustu og geta ekki svona hansaði síman í samskotar. Ég bara fólk bara flýktist á hana þrá til þess að skrifa á sína reynslusögu. Bara brjálaði yfir þessum gervigreindar símsvörunar öppum sko. Kallið með gervigreindina er að hún ekki vel hún sem klára, hún er bara svo leiðileg. Já, það er nefnilega málið. Kannski verið það vandamálið. Já. Herðu, BHM, gleraugun á tannviðgerðarstyrkir eru úr sögunni, því vegna stóraukina veikinda, það er sjúkrasjóðirnir eru bara að tæma. Hvað heldur það að séu? Akkur er fólk svona miklu meira veikt að sjúkrasjóðirnir sem eru eldgamlir sko. Já. Þetta, ég man ekki hvernig það var samið þetta, ég held að sé bara, ég man það ekki sko, ég held að sé sko 1970 eða eitthvað, eða eitthvað staðar, þetta var ekki samið þetta sko 2015. Nei. Að þeirra var bara verið þarna en allt í einu bara núna á síðustu svona, ég veit ekki, 7-8 árum það bara er að tæmast
Hvað er að gerast? Ég veit það ekki. Það er eins og sé svona að sumuleiti orðið flóknar að vera til í dag heldur en var hérna 1980 eða eitthvað, ég veit það ekki, 70, 60. Já, kannski er fólk svona, það er allavega kannski líka meira leifilegt að vera veikur, segja frá því að þú sett veikur. Það geti líka verið. Ég held að fólk sem meira veikt. Já, það er örugglega meira veikt sko, ég held það líka. Ég held líka að það sé meira veikt. Maður finnur alltaf það minnst að við erum með svo marga viðmælatíðina, er alltaf að fá fólk til þess að koma. Það er langstæðst til óvissu þátturinn sko, er veikindi. Veikindi, og fólk er ekkert að leika sér að það vera veikt sko, ég held að það sé ekki líka bara, það er náttúrulega bara algjört alla. Þannig að ég held að fólk er örugglega meira veikt. Og það er svona, það er spurning hvað veldur, nagladekkin, það er náttúrulega klart mál. og eitthvað fleira. Já. Það er náttúrulega, forgangsröðunin er mjög undarleg ef að þessi 3 dagar þínir þarna í hálkunni eru meira virði heldur. Ég er að segja þér, ég réð þessu ekki, bíllinn var tekin af mér. Þér var ekki leyft út á götuna? Ég var ekki leyft út á götuna nema á nagladekkum. Herðu, segjum þetta gott, eða ekki? Segjum þetta gott. Herðu, þá ætlum við að snúa okkur að fjármálaáætlun og Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að kemur með eitthvað skemmtilegt úr fjármálaheiminum. Þetta er augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.
Já, heyrðu, það var verið að ræða fjármálaáætlun eða álit fjármálaráðs á fjármálaáætlun í þinginu í dag og Ásgeir Brynjar Torfason, þú varst í fjármálaráði langa stund. Já, alveg frá því að var stofnað og þangað til í fyrra. Ég held í dag var á þinginu bara framhalda fyrstu umræðunni. Já. Þannig að ráðherrarnir voru að tala fyrir sínum Já, það er ekki komið álit fjármálaráðs. En áliti kom fyrir helgi, sko. Þannig ég fór náttúrulega að lesa það. Þannig að þetta er svona... Og það verður að vera til umræðu í þinginu innan 2 vikna, eða ekki? Já, jú, ráðið fær bara 2 vikur frá því hún er lögð fram og til þess að skrifa sitt álit, en síðan er stundum bið hvenar seinni umræðan fyrir gang. Það eru líka fleiri stéttarfélögin og fleiri sendin umsagnir, en þetta er svona hinn lógformlega og aðal mikilvægasta greining og það var alveg 92 sína álitsgerð, þannig að þetta Er þannig með okkur hérna Ragnar Þór Ingólfsson sem ætlar að ræða við mig merkelitsmál hérna á eftir. Þannig að við erum svona frjálslugu þáttur núna að við blöndum svo saman. Já, ég meina, og það er mikið talað núna eins og áður og hefur verið talað frá því fyrir að samspila á milli peningamálastefnu Seðlabankans og opinberu fjármálastefnunar eða ekki, það er ekki rétt að kalla það ríkisfjármálastefnuna af því ég vil ekki áherslu á það þessi nýju lög opinberu fjármál sem fóru í vinnslu með hjálp frá IMF eftir hrun og tók mörg ára að skrifa, kom okkur svolítið svona upp á sama level önnur lönd að þau fela í sér það í að horfa á hið opinbera í heild. Og þar með sveitarfélögin sem er í klemmu þessa dagana mörg þeirra. Já, og sem er hluti af þessu vaxtahækkunar æði að því að það náttúrulega kemur harkalega við Sýtur þá sem verst standa, þá sem skulda mest. Já, hvort sem það er varandi heimilin eða sveitarfélögin sem skulda mest, það verður mestur uppbyggingu eða löndin, fátækurlöndin í heiminum sem skulda mest. Það var bara að kalla eftir því á vorfundunum hjá IMF í síðustu viku og þurfti að afskrifa skuldir fyrir fátækurlöndin. Þetta er andstyggileg lækning á meini vaxtahækkun að síga eða gera líf þeirra sem standa illa óbærilegt og okkur öðrum til heilla. Og aftur kemur hér þá í ljós þegar við erum svona í fremstu röð í heiminum að hækka vexti og hækka á mest og gæta þess harðast að ná neikvæðum raunvöxtum burtu því að kapitaleigendurnir þurfa sérstaklega mikið á Íslandi að fá jákvæða ávöxtun meðan í öðrum löndum hefur það verið viðvarandi neikvætt vaxtastig ansi lengi en það verður þannig illa varðandi eins og við sáum í fréttunum helgina sveitafélag sem hafa verið mikil uppbyggingu þurfa að byggja skóla leikskóla því það fluttu þangað margir. Fjárfesta fyrir framtíðina út á framtíðatekjur sem að koma vegna þess að það er að flytja inn í sveitafélagi nýjir íbúar. Þannig að þetta virkar eins og no-brainer að þú leggur götur og setur leikskóla og skóla en allt í einu er það bara orðið vandamál. Já, sérstaklega því að vextin er orðnir svo háir og það er svo dýrt að Rökin hafa ekki verið Ásgeir Brynjar að vaxtabyrðin sé orðið nóg mikil að það drægi úr getu sveitafélagana til þess að veita þjónustu heldur er það að þau fara yfir einhverju mörk sem eru sett í lögum að með ekki vera hærri en 160% af tekjum. Já, einmitt. Er það eðlilegt að það séu sömu mörkin hjá þeim sem er að vaxa yfir 100% á 15 árum eins og Árborg eða 50% á 7 árum eins og Reykjanesbær og svo sveitafélagum sem eru eiginlega að skreppa saman. Er eðlilegt að það sé sama? Nei, það þarna er vandinn sá að annars vegar að horfa á aðgreining á milli reksturs og fjárfestinga og hins vegar þess að hvort sem er verið að reka þjóðfélag, ríki eða sveitafélag heimili í vaxtarástandi eða í samdrætti. En hér er náttúrulega með vaxtahækkunum Seðlabankans verið að reyna að búa til samdrátt en á meðan er samt komu 11.000 nýjir íbúar til landsins í fyrra í viðbótum við þá sem fættust þannig að og svo er ferðamanna
bólan vaxandi, þannig að það þenst út þörfin og það komur fleiri börn í COVID, þannig að það koma svona smá kúfur í því sem þarf að byggja leikskóla fyrir eftir svona 2-3 ár. Það nú komið bara hluta til ástandið niður í ráðhúsi, foreldrarnir sem komið með börnin sér þangað. Þetta eru COVID-börnin. Og ég fór að kanna þetta. Þetta svona kannski svona 14-18% fleiri börn heldur en í venjulegum. Það getur munað það er ekki pláss fyrir alla. Sérstaklega og bæta sig 14%, það var ekki pláss fyrir. Þetta eins og með spítalan í COVID-19 sjálfu. Ef þú keyrir kerfið alveg við ystumörk, þú hefur engan hvorki slaka eða svona resilience, það er að segja að kerfið þolir ekki að því það er alveg ég meina, þetta er út að keyra bílinn alveg í botni og getur ekki skipt upp ég meina, þetta er ekki gott, það bræðir svo úr vélinni bara, þannig að við erum svolítið þar. Ásgeir, að því að ég vil langar að spyrja hver er hérna sýnin í þessari fjármálaáætlun, að því að við erum með Ragnar Þór hérna og Þóra Neyfjörð formaður Samhengis kemur hérna eftir. En áður við komum að því, hver er helstu atriðin sem að fjármálaráður bendir á? Það eru þannig beittir hnífar eða broddar en svona pakkaðar inn í ekki bómul en kannski svona eldúrsúlu pappír. Það getur hættulegt þegar maður grípur það. Það er að segja, þau eru kursteis í framsendingunni en ef ég skrapa aðeins utan af að þá er þarna sem ég var ánað með að sjá svolítil beinskitt og beintgagnrýni. Og á hvað? Já, þau svona ef ég fer bara hratt yfir samantektina að þá er það að þau gagnrýna að hallarekstur í núverandi efnahagsþenslu ástandi og það var ekkert að því að keyra í halla gegnum COVID. Vandinn var hins vegar að það var ekki næg tekjuöflun á móti útgjöldunum fyrir COVID í 2019 og svo náttúrulega er öllu sleftlausu í útgjöldum gegnum COVID en það var svo erfitt að þú ætlar hann að fara að ná rennilásnum aftur saman en hann var ekki einu sinni komin í og nú er það var haft opið meðan að við fórum í gegnum faraldurinn en nú er svolítið erfitt bara að ná að fara að renna fyrir pókan, þannig að svo kom út af verðbólgunni svona fróða eða aukin tekjuöflun í fyrra en henni var aldrei eitt í fjáraukalögum sem hefði átt að nota til þess að minnka gatið. Já, þau segja það í álitinu. En hvað segir þú? Og ég vil að það sé skoðað í hverju tilfelli að hvað er verið að gera og þess vegna er svo vont að það var að rifa áður og hún er svo gífulega vaxandi núna. Mér finnst það ekki sniðugt að þessu hafi öllu verið spreðað út í fjáraukalögunum af því að það vinnur gegn því sem hugmyndin lögin er að það eigi að vera langtíma 5 ára plan og menn ég að hugsa þetta en hér er eins og svona vertíðar stemming í því. Ég hins vegar á hinbóin hefði geta alveg séð fyrir mér aukin útgjöld á vissum svona targetirðum sviðum til að takast á við vandan sem kom upp í fyrra sem var ekki COVID heldur stríð og verðbólga. En þá hefði verja þá inn að tekju lægstu fyrir afleiðingum dýrtíðarinnar. Já, og það er það sem var gert úti. Það var gert úti en það var ekki gert hér. Þannig að þetta er svona bæði hérna vont að það hafi ekki verið dregið úr COVID að gera nú mikið en líka kannski vont að hafi ekki notað hluta af sögurúmunu þá í að bregðast við því. En er ekki líka bara í sjálfstætt hættulegt að nota svona fróðu eins og þú segir sem kemur vegna þess að þú ert reka ríkissjóð og svo kemur verðbólga þá kemur fyrst inn svona auka tekjur vegna þess að það er bara hærri virðisaukaskattur og ef það er launaskriða þá er hærri tekjuskattur heldur að vera ráð fyrir gert og það fær svona auka tekjur en hins vegar útgjöldi meir og minna tengd fjárlögum og fastar uppæðir þannig að þú fær svona auka pening. Ef þú eyðir þessu þá getur lent í ansi miklu vanda því að þetta er eiginlega svona falsk
Þetta svolítið fölsk góðstaða. Og það hef ég einna mestar ágjör af í þessu núna, að það sé í viðbót við hitt og viðbót við það að COVID svona eðslan hafi haldið of lengi áfram og hér var fjármálareglunum sleppt eða það teknar á sambandi lengur en í öllum öðrum löndum fram til 2026. Þannig að það ekkert aðhald fyrir bara á næsta kjörtímabili og það verður hér búið að skapa ansi svona slæmt ástand fyrir öll þessi nýju börn sem komu undir í COVID og það nú ekki COVID lengur, nú fækka börnunum aftur. Já, við skulum sjá til. En það líka mikið fólk að flytja til landsins. Þannig að við erum að setja þennan halla, þessi útgjöld, á skattgreiðendur framtíðarinnar. Þannig að það í raun og veru vandinn. Og ég má halda áfram með þetta. Er þetta ekki líka þannig að ef að þú, að því að ef við hlustur á það sem ráðurinnar var að segja og ekki síst Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hann hefur bent á allt inni kom hugtaki frumjöfnur, að við ætlum að horfa á hann og hann hefði batnað og verið jákvæður. Að sömuleyti hann jákvæður út af þessu fróðu sem við erum að tala um. Og það er punktur sem þau eru með að það er þó búið að koma inn í áætlunina hagsveiflulegir þann en þar kemur aftur vandinn og ég má aftur snúa því að sveitafélagunum að svona, það er almennt sér talað að ríkið eigi að ekki að auka þensluna í uppsveiflu og ríkið eigi frekar að koma sterkar inn í niðursveiflu og taka þá meira til hendinni en síðan erum við bara búin að vera í svo svakalegu ástandi síðustu 3 ár, fyrst með heimsfaraldur og svo með stríð og í raun og veru byrju við þegar ég byrjaði fjármálaráð 2016 þegar lögin byrja að þá erum við bara með hellingsuppsafnaðan halla á ekki rekstrarhalla heldur fjárfestingahalla, það er að segja innviðahalla, það hafði ekki verið gert neitt eftir hrun í mörg ár í viðhaldi bæði vega eða skólahúsnæðis eða allt mögulegt. Þannig að það bætti kannski rekstrarhallan þessi erfiðu ár þegar eftir hruni þegar tekjuna voru litlar og þurfti að vinna sig upp úr þeirri kreppu en hún hverfur ekkert fjárfestingatörfin í vegunum og henni bara fresta þannig að innviða átækið sem var aukin útgjöld 16, 17, 18, 19 var í raun og veru bara alltaf jafn upp það sem var ekki gert árun undan þannig að það er ekki eins og að það hefur verið sérlega mikið átak heldur bara svona koma mínusnum upp og 0 en á hinbóin kemur síðan pælingin í því hve mikið er hægt að vera að reka samneysluna, ríki og sveitafélög sem einhvers konar hagsveiflu stýritæki. Þannig að ríkið megi ekki gera neina fjárfestingar ef það er þensla í hagkerfinu. Bjarni segir þetta, hann segir að nú sé krafan það að ríkisvaldi drægi sér til hlés út af vexti í hagkerfinu. Já, þetta er svona nýfrálsiki hugmyndafræðin og þá er líka einmitt nota tækifærið í þannig ástandi til að þá selja helst svolítið af eignum ríkissjóðs eða koma hluti af rekstrinum yfir á einkaðila en ef það er rekstur sem felur í sér að hann er greiddur á samneyslunni þá er það bara tilflutningur á hver. Það hefur verið að gera það, þetta er plön í vegakerfinu og víðar. Sem er að öllum líkindum jáfnvel bara dýrara þá er heldur. Til lengri tíma, ég held að viti það allir. En það er eins og að gert vegna þess að ríkið á ekki fyrir þessu að byggja Ölfusárbrú en það sé ykkur aðrir einkaaðilar sem eiga efnaði. Já, ríkið á alveg fyrir því, það getur bara tekið lán fyrir því og það snýst á hvað vextinir af því lán eru. Þeir eru lægri fyrir ríkið heldur en einkaaðila sem þarf líka að fá ávöxtun á eigið fé. Þannig að það er í sjálfu sér bara einfalt útreikningsdæmi og það að setja vissa þætti af hringveginum inn í svoleiðis að því að það Evrópureglunar segja að það má fara í svona einkaregna innviði ef það er önnur leið fær þannig að því það er brúin yfir Óseyrarbrúna að þá má rukka en sko þetta er ég þarf að sjá skýrari gögnum að það sé hagkvæmni í því að einkaaðilar byggja Ölfusárbrú frekar en vegagerðin. Ég menn eftir skýrslu frá bresku ríkisendurskoðunni fyrir, ég held að það er svona ekki 10 ár síðan hún kom út.
það sem við tókum með minni 639 verkefni sem hefði verið svona útvistun og enga framkvæmdir og komist að því að ég tala var svo hásk og það var eitthvað sko 610 hafi verið óhagkvæmari og restin verður svona erfitt að meta en örugglega ekki hagkvæmari sko. Þannig að þetta alveg vitað að til lengri tíma að þá engin hagkvæmni í þessu fyrir þjóðarbúið að hleypa þessu yfir einkaframkvæmdir. Nei, og sko það verður bara að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig. Ég meina það og við erum minna skuldsettir en önnur lönd, þannig að það ekki eins og það eitt að vera hamlandi þáttur í því ef þetta eru góðar framkvæmdir. Þarna þarf að greina á milli góðrar fjárfestingar eða einhverja gæluverkefni eða kjördæmapóts eða einhverjar brýr inn heim til ráðherra til kjósenda versus að svo ekki hægt að malbika veginn upp í Heiðmörk því að það enginn sem býr, það enginn kjósandi þar en allir sem að fara að labba í skóginum upp í Heiðmörk þurfa að eyðileggja demparan á bílnum í hólum á veginn. Herðu áskipirinn, hérna eru tveir formenn stóra verkefnisfélaga Ragnar Þór Ingólfsson í VFR og Þórir Neyfjörð formaður Samíkis. Þeir eru að fara í kjaraviðræður í haust sem að svona miða við svona efnahagsástandið getur verið í mjög mikilvægar kjaraviðræður, horfa allir á það. Það reyndar við alla kjaraviðræður sko. Ég man ekki, það ekki Ragnar, það ekki allar kjaraviðræður sem þú ert ekki þátt í hafa verið þær mikilvægastu frá upphafi? Jú, það má eiginlega segja það. Það væri alveg hægt að halda þig fram að komandi kjaraviðræður væru það. Það meðal annars út af þessu skammtímasamningum þá ég svona fresta því sem að verkalýðshreyfingin hefur verið að byggja undir í mörg árum að stjórnvöld verða að koma inn með átak í húsnæðismálum, í skattamálum, í endurreisn velferðarkerfisins og þar fram til götunum. Það dýrtíð, það það mikil spenna í þessu. Hver eru skilaboðin úr fjármála áætluninni til þessara herramanna hér? Já, og ég var bara búið með fyrstu síðuna af 3 í samantektinni frá áliti fjármálaráðs. Áætlunin sjálf náttúrulega aðrar 300 síður sko. En ef ég má til að ramma þetta inn og klára að fara við punktana sko, við erum að lifa í algjörum vendipunkti að veðraskilum varðandi þetta með vaxtahækkanir út allan heim og verðbólguástandið. Sjáum bara fréttir frá Noregi í dag þar sem voru samtitt verkföll sko, og þannig ástand hjá sáttasemjara að ekki hefur þekkt síðan í seinna stríði. Það eru verkföll upp á hvern dag í Þýskalandi. Já, og Frakklandi, Breitlandi, það kom á leiðinni hérna inn á New York Times breaking news hjá mér að 100 sögundar í Hollywood voru að samþykkja verkfall, þannig að þeir verði ekki skrifuð hérna 100 fyrir seríurnar. Þetta eiginlega einu verkalýðsmennir í heiminu sem ekki verkfalli. Þannig að sko það ætti að hafa komið fram í þessari fjármálaáætlun stefnumörkunin til næstu 5 ára til að auðvelda það að hér var hægt að ná góðum samningum haust. Alveg eins og það hefði átt að koma fram í fjármálaáætlunni fyrir ári, í apríl í fyrra, verðbólguaðgerðirnar. Það algjör miskilningur að verðbólguaðgerðirnar hefði átt að koma í þessari fjármálaáætlun fyrir 24 til 8. Í fyrra átt að gera það, núna átt að gera Þú býrð á Íslandi og þá hefðin svo að stjórnvöld í aðdraganda kjarasamninga sín ekki á spilin. Þannig að þeir kom ekki með neitt, heldur verða þessir menn að sækja það. Hvort sem það eru hækkun barnabóta eða húsalögubóta eða jafnvel bara lagfæringar og persónuafslætti. Og svona hefur þetta kannski verið, en lögin opinber fjármál voru sett eftir síðasta hrun til að uppfæra okkur á svolítið nýjanstæðins og önnur lönd þau kannski verið í 5 eða 10 eða 15, 20 ár og sko það getur vel verið að það hef einhvern tíma verið snjallt að gefa ekki út í forsendu fjárlaga hve mikið ætti að fara að auka útgjöld í launaliðin af því að það væri eitthvað veikar í samningsstað þá. Á hinn bóginn ekkert flókið að sjá það sem tekið varúðarsjóðin þetta eru 1% þarna og þetta eru 2% þarna og síðan það náttúrulega bara hagvöxturinn og framleiðnaukningin sem stýrir því og á hinn bóginn
tekjuöflunin, hvernig á að ná inn tekjum í ríkissjóð, þannig að sko að ég hefði búist við í svona rosalega ástandi, sérstaklega þegar búið að ná fram erfiðum stuttum samningum að þá ef að menn hefðu viljað reyna að ná stöðuleika, ná öllum í að róa í sömu átt, tala þetta samspil eins og að vera milli peninga eins og menn hafa að tala með allavega það var þjóðarsótt, segja menn en þá sko finnst mér svolítið furðulegt að ætla að keyra samkvæmt þessu gamla fjárlagaráðuneyti stílnum að loka og halda, veit ekki upplýsingar, veit ekki aðgang á gögnum, umboðsmaður og Alþingis að kvarti við því, þú veist, og sjá til ríkisendurskoðandi getur ekki fara að gera úttekt á fjármálaráðuneytinu, þannig að sko þarna þó allavega fjármálaráðið eini aðilinn sem með smá utanaðkomandi yfirsýn og gagnrýni á bæði fjárlaganefnd þingsins og fjármálaráðuneytið, en þau fara, ef ég klára að fara við punktana, ekki mikið á þetta annað en það kemur einn punktur í lokin hjá þeim sko að það sé ágefni að framleiðinni hafi ekki aukist í landinu. Þannig að aukin framleiðin lykillinn að sjálfbærni opinberra fjármála og síðan ef ég tala hratt gagnsæi opinberum fjármálum óbótavant, það þetta með að það geti allt flætt út í fjáraukalögunum með að koma aukna tekjur, það ekki gott til að ætla að fara inn í kjarasamningarna af ábyrgum hætti fyrir opinberra, þannig að sko að það sko svolítið ágefni, þau tala gott samspil opinberra fjármála og peningastjórnunar. Nú ekki talar, nöðsilegt Seðlabanki talar að vanti. En þar vill enginn samt ræða þá grundvallar staðreind að þessi hækkun stýrivaxtana líka hækkun á grunnvöxtum, þar að segja vöxtum ríkis tryggðara lána. Það nokkurn veginn svona samsvarandi þar á milli. Ég meina í Bandaríkjunum stýrivaxti Seðlabankans álíka og 10 ára ríkisskuldabréf. Það reyni áhættulausu vextir sem síðan aðrir vextir byggjast ofan á með álagi. Þannig að svo leggja þau til að það mætti skoða kostu og galla útgjaldareglu. Það regla bara hver útgjöldin megi aukast mikið, sem ekki reglurnar sem voru hallan og skuldahlutfall sem voru teknar úr sambandi. En þetta ekki svona enn nýfrálsíkjureglan þau bútar? Já, sko hún ég myndi kalla þessa reglu meiri svona bókhaldsreglu, bara eins og bóndi eða pípari myndi rekka sinn rekstur að meða við fastakostnaðinn og meða við svona mikla tekjur að þá má eða svona miklu í útgjöld, ef að tekjunur auka svona mikið þá má þá eða svona mikið í þau útgjöld og þá hægt að hækka laun eða bæta við fólki en náttúrulega og svo síðasti punkturinn held ég varðandi sko breytinga þörfum ef sveitarfélögin að spila með og það svolítið þessi vandi sem var mikið í umræðun í helgin og í gær sko, ég meina þau náttúrulega sko ekki eins og ríkið að þau með skildur á útgjöldum og megnið að þeirra útgjöldum laun sem ég vel ríki einhverju leiti með í að semja þannig að kann ég ekkert í þessum vinnumarkaðsmálum en það hangi svolítið saman samningan þannig að það sko þau hafa lítið frelsi við tekjuöflun já og við heyrðum nú bara sko fulltrúa meiri sig úr flokki fjármálaráðherrans úr sveitafélagi Silfrinu gerð bara tala að það þurfa að hækka skattana, það nú svolítið breyting, eða hækka útsvarið sko, þannig að vildi kannski fá lækkun þá tekjuskattamálun og þá þarf að skera annars en sko aðal vandinn hér sem ég sé sá að ef mann ætla að vera í þessum leik eins og var að ríki reyna einhvern veginn að reka sjónulli og kasta boltanum yfir á sveitafélagin og flytja verkefni þannig rekum við ekki samfélag saman og það ekki andi lagana opinber fjármál það hefur raunin já, en það verður að hætta þessu ríkið hefur bara hegðað þessu svona áratugum saman já, en það gjörbreyttur heimur það
ég meina, í COVID-inu var sýnt fram á að til dæmis alls konar margfaldara sem hafa verið notaði sem forsendur hjá IMF og fleirum að ríki að dragast tilbaka því það riðiburstum virka ekki og eiga ekki við. Stríðið í Úkraínu sem kveikti verðbólguna sýnir fram á að við erum í allt annars konar ástandi en 1980 þegar verðbólga kom síðast og það eru allir að kljást við allan heim. Þannig það er allir að gera hlutina á nýjan máta núna. Ég meina, IMF var með skýrslur í síðustu viku að hagnaður fyrirtækjana er megnið af verðbólgunni. Víxlverkun laun og verðlags, hann er ekki að sjá í verðbólgutölunum allan heim núna. Ég er bara vitni í IMF, ég er ekki að segja neina hérna. En hér var ekki talað annað fyrir þessa stuttukjarasamninga, en hér var hægt á höfrungarhlaupi. Sólveig Anna var bara einhvers konar verðbólgu gríla að hún væri aðal ástæðan fyrir því að nú myndi kveikni verðbólgubálinu. Megin ástæðan fyrir því að vexti voru hækkaðir. Bjarni kom einmitt inn á þegar var að kynna fjármálaáætlun að stóra verkefni var að ná niður verðbólgu og þar var lykil þáttur í að kjarasamningar komandi kjarasamningar eru hófsamir og hófstiltir og hann setur þetta í algjörlega í eitthvað svona samasemmerki eins og það sé einhver áhrif þarna á milli sem að ekki hafa fundist allavega síðustu 20 árin. Nei, og sko, nú skipti ég aðeins gír hérna til að hita upp fyrir ykkur á því sem laumast í burtu, að hér á landi hafa verið kjarabætur meðan að í mörgum löndum eins og Bretlandi og Bandaríkjunum hefur verið engin raunlaunahækkun, engin raunkjarabót síðustu 10, 15, 20 ár sko. Þannig að hér hefur þó verið, en þá bendi ég á eftir í hvar maður tekur viðmiðunarpunktinn og við hrunið hér var það 50% launalækkun sem var það ekki á hinum stöðunum. Þannig að sko, ef þú tekur byrjunarpunktinn hvort sem það er fasteignaverð 2013 eða laun 2009 að það er alltaf hægt að búa til þá niðurstöð sem hendar mann í röksemdafærslunum og það er mín stærsta gagnrýni á fjármálaráðuneytið sem á að vera að vinna fyrir okkur að þeir séu að vinna eins og einhver auglýsingastofa eða lítalæknir fyrir ráðherran með tölfræðilega lígi byrjunarpunkta. Með tölfræðilega lígi. Já, sko að sminka þetta upp að fegra það er sagt að þetta er lígi og hauga lígi og svo tölfræðilega lígi. Já, en það á bara að sína 5 ár fram í tíman, 3 ár aftur í tíman og ef maður er að tala kjarabætur þú veist, en það þýðir ekki að vera að rífast svona mikið tölur eða staðreyndir eða túlkun og tölum aftur á bak þegar maður stendur í miðri lífskjara krísu sem allir tala út allan heim og eins og við vorum að segja að sveitarfélögin sem standa illa, sveitarfélögin sem voru að vaksa eða þú veist, heimilin sem ekki standa illa heldur, heimilin sem voru að vaksa eignast börn og kaupa starra húsnæði. En Ásgeir, Bjarni segir heimilin hafa aldrei haft það betur. Já, aldrei skulda minna. Já, meðaltölin, já. Það er því að þriðjungur skuldar ekki neitt og næsti þriðjungur er að borga 100 skall á mánuði þannig að meir en helmingur hefur það mjög gott og þar er líka ekki búið að hækka skatta prósentu til þess að borga fyrir stríðið af COVID og það er engin þrotabú að fara að borga fyrir það hrun sem að við komum svo vel út úr síðast. Það tók nokkur ár, það voru erfið ár eftir hrun en svo fengum við allan peningin úr hérna þrotabúnum. Það er ekki að koma núna. Það verður að taka á því og vinna úr því. Herru, Þórarinn og Ragnar, hvað fjármálaáætlun og svona þessi efnaðarstefna ríkisstjórnarinnar, hvað skiptir þetta ykkur miklu máli í aðdraganda samninga í haust og vetur? Já, ég byrja. Já, sko ég svo sem kannski ekki lúslesi þetta kannski eins og Ásgeir en þeir punktar sem ég verða að nýta í eru þessi snúa að þessu stóru póstum sem að við erum að fást við eins og hækkun á húsnæðislánum hjá þeim sem fest ekki vextina, aðgerðir í húsnæðismálum og uppbyggingi þar og síðan í sjálfum sér bara viðhorfið gagnvart þessari vinnu sem við höfum verið að reyna að þrýsta í gegn
til þess að takast á við stóru tölurna sem að við erum að fást við sem að eru hækkun og húsnæðiskostnaði, hvort sem að sé á leigumarkaði eða stökkbreyting á afborgunum lána og það er alveg ljóst í mínum huga að stjórnvöld eru annarkvort meðvitað og ómeðvitað algjörlega fyrt fyrir þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir sérstaklega þegar að koma yfirlýsingar að hér eigi að byggja þetta margar íbúðir og hér eigi að gera hlutina svona og hins einn en það er einhvern veginn alltaf stefna í öfugu átt bara ég tek sem dæmi að í fjármálaáætlun þá á að fella út endurgreiðslu og virðisaukaskatti vegna framkvæmda. Þetta kemur mjög illa niður á uppbygginguna hjá okkur í Bjargi íbúðafélagi. Þetta kostar okkur kringu 12.000 kall á fermetr. Þessi afturför allavega hún er mjög mikilvæg og það er verið að þrengja okkur náttúrulega með gríðalega háum fjármagnskostnaði bæði í skammtíma fjármögnun og síðan náttúrulega fjármagnskostnaður í langtíma fjármögnun hækka gríðalega eins og HMS átti að tryggja okkur hagkvæmari fjármögnun og þetta bara orðið markas fjármögnun og það er verið að þrengja svo mikið að þessari vinnu okkar í að byggja hagkvæmt húsnæði að ég hef orðið verulega ágjör af því að við náum ekki að byggja inn í þær kríteríu sem okkur eru settar. Það er að segja varandi hámarks byggingakostnað og síðan hlutfall af tekjum sem að mega fara í leigu. Þannig að ofan á þetta er markaðurinn, verktakarnir, þeir eru að draga saman seglin og það er staðreind. Þannig að við erum að fara staðin er slæm en við erum að fara í öfuga átt og fjármálaáætlunin bendir rauninni bara til þess að ríkið ætlar að gera síst betra eða fyrir eitthvað verra ef eitthvað er til þess að reyna að bæta þessa stöðu. Að tala um það að auka hér stofnframlög eitthvað slíkt. Við erum að skila þeim inn vegna þess að við erum ekki með byggingarhæfa lóðir. Markaðurinn er nánast með þetta allt í höndunum. Við erum að fá símtöl frá eða fundarboð frá fasteignaþróunarfélögum sem er að bjóða okkur lóðir sem þeir fengu á ágæti skjörum frá sveitarfélögum og reyna að koma þeim yfir til okkar á uppsprengdu verði 200 skall fermetrinn eða svo þannig að staðan allavega ég var allavega ekki bjartsýnni fyrir vikið og heyra síðan fjármálaráðherra einmitt tala um þetta að helsti vandinn séu kjarasamningarnir í baráttunni gegn verðbólgu að það liggi svona grundvallar vandinn í því að ná niður verðbólgu að það er að vera með hóstilta og jafnvel bara gera að við getum ekki rauninni gert kröfur frekari kaupmáttaraukningu eða neitt slíkt. Er það liður í baráttu gegn verðbólgu barátta sem mun leiða til hagsbóta fyrir launafólk að kostnaðurinn við byggingar á íbúðum Bjargs hækki 12 skall á fermetrin? Það er það snjöll efnahagsaðgerð. Já þetta hjálpar okkur þetta gerir ástandið ennþá verra. Ég meina byggingakostnaður eru hækkað, fjármagnskostnaður eru hækkað, framkvæmdafjármögnun eru hækkað. Það er þess að hægja á til þess að vera minna byggt. Já, en þetta er að hafa mjög slæm áhrif okkur. Ég meina þetta eru stóru tölurnar. Ég meina við augljóslega náum ekki utanum þann vanda sem að blasi við okkar fólki sem að er að fá stökkbreyttan húsnæðiskostnað upp á 100, 150 og jafnvel 200 skall á mánuði. Við erum ekki að fara að sækja þessar tölur í gegnum launaliðin við samtök atvinnulífsins í vetur. Ég held að það hljóta að blasa við öllum og svo tökum við leigumarkaðin sem er náttúrulega bara reyn hörmung og bara hrikalegur. Mikið hættu ástand og mikla líkur á að ástand fari eftir að raðvesna. Og það sem er náttúrulega munurinn er núna eins og í hruninu að þar voru ekki bara heimilin sem að voru að fara undir hamarinn, það voru fyrirtækin líka. Nú gengur atvinnulífinu hefur gengið alveg ótrúlega vel. Við erum að sjá fjármálakerfið, sjaldan hafa hagnast meira og hér er að verða bara einu mestu verðmæta og bara fjármagnsflutningar frá almenningi og skuldsettum fyrirtækjum og heimilum yfir í fjármálakerfið bara frá hruni og fólk er að fara núna einu nýju útlánin hjá bönkunum eru verðtryggð lán og
ef að fólki finnst vextirnir hjá Arion banka á ofurtrúðu lánum upp á 9,2% húsnæðislán og síðan það viðbótarlánin sem að bera 10,6. Þetta bara sko lán nummer 1, svo lán nummer 2 það ber 10,6. Þú tekur verðtryggða lánið og við erum að sjá kannski, við erum með verðbólguspott 8,5%, hagdeildin hjá AFR næstu 12 mánuði, að þá erum við að tala 12, 13, 14% eftir hvort við séum að horfa aftur í tíman eða fram í tíman sko vextirnir með verðbótum sem að fólk að greiða á þessum lánum og það náttúrulega blasir við að hér verður gríðarlega eigna upptaka á því sem að fólk hefur myndað hérna í eigið fé og svo áttu leigumarkaðurinn að sko samfélagslegu áhrifin sem að við erum að horfa upp á. Fólk að flytja hér sko sveitafélag á milli til þess að komast í ódýrara húsnæði, fara með börn í aðra grunnskóla eða keyra á milli. Þú veist, þetta algjörlega vonlaus staða sem búið að setja fólk í því og það blasir við sem kannski svona grundvallar svona niðurstaðan að stjórnvöld ætla ekki að bregðast við þessu ástandi og það kannski svona bæði dapurlegt en kannski líka ákveðin skilaboð til okkar í hreyfingunni að við erum ekki að fara inn í þessa kjara viðræður eða þannig kjara vetur með hefðbundnum hætti eins og hefur verið í einhverju svona þægilegu samtali við stjórnvöld einhverju aðgerðapakka eða eitthvað slíkt vegna þess að það ekkert sem bendir til þess að þeir verða efndir hvort sem það okkar reynsla frá lífskjarasamningnum þannig að við þurfum að hugsa út fyrir boxið og það blasir við að við þurfum að grípa til mjög harkalega aðgerða ekki í janúar, heldur við þurfum að fara að gera það bara mjög fljótlega. Þórarinn, Ragnar talar stjórnvöld séu svona samningsaðili til þess að tryggja velferðarkerfið og komið aðgerði í húsnæðismálum en hann ætlar að semja launaliðin við Samtök atvinnulífsins. Þið eru meira og minna að semja við ríki og svo sveitarfélög sem að þrengir mjög að sveitafélagunum þannig að þið eru ekki að einu sinni að líklega að sækja þær launahækkanir sem að Ragnar gerir sér vonur til Samtök atvinnulífsins. Sko ég veit ekki alveg hvað maður að byrja, þetta var nú bara mjög góð viðferð sem bara að vera yfir þessi stóra mál hérna. En það sem að manni finnst sko skorta svo sárlega að það þetta með sko stærð stjórnmálana að það að segja í erfiðu ástandi að þá var það kannski, hefði maður haldið mikill metnaður hjá hérna stórvöxnum stjórnmálafólki að koma fram með einhverja framtíðarsýn sem var hægt að telja sko almenni trú að geti staðist í fyrsta lagi og að síðan að telja þjóðinni inn og að fylgja. Það að segja að við ætlum að byggja samfélag okkar upp saman með einhverja tilteknum hætti og við ætlum að tryggja ákveðna hætti, ákveðna gólf fyrir ákveðna hópa eins og komum hérna inn og áður hérna áskil kom inn á að þetta með sko það ákveðin hluti þjóðarinnar sem hefur það skýtt og þetta fólk þekkju við bara mjög vel sem að í akkurat því sem aðstæðin sem að Ragnar var að lýsa þetta með þessi stökkbreyttur lán og þessum trúðu því að við vorum komin inn á nýja tíma þegar Seðlabankastjóri lýsti því yfir 17. júní 2020 að verðtryggingin væri horfin og það væri bara, núna væri konur nýja tímar og allir eru bara glaðir það sem eftir væri og peningar kosti ekki neitt og gjöru svo vel, takið nóg mikið að láni og þeir muni aldrei þurfa að standa í einhverjum erfiðleikum við að greiða þá. Og svo hérna vitum við alveg hvernig það fór og hvernig þessar skýjaborgir sem voru byggðar upp þegar hafa fallið því miður með alveg skelfilegum afleiðingum fyrir marga. En það þessi sko stóra framtíðarsýn sem að skorti svo mikið á þess að hvert ætlum við að stefna og með fyrst til þess áætlunin, hún svarar því ekki. Hún svarar ekki sko hvernig ætlum við að reyna að jafna hlutina út, hvernig við ætlum að byggja velferðarsamfélagið, hvernig við ætlum að tryggja þessa grunnstóðir og hvernig við ætlum að tryggja bara afkomu launafólk sem við þurfum að standa svolítið vörðum. Og það náttúrulega eru hérna leigjendur, þeir koma bara strax upp í hugan þar, barnmargar fjölskyldur, veikindi, öryrkja, aldraðar og svo framvegis. Þessa sögu þekkjum við öll og það mjög dapurlegt, finnst mér, að með allavega annan stjórnmálaflokkin þarna við í þessu samstarfi sem hefur talað fyrir því áratugum saman að hér að byggja upp eitthvað samfélag jafnréttis og jafnræðis og velferðar alla og bla 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 sko.
og það bara eitthvað bla 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 einmitt eins og hérna reynsla sýnir þar og það þetta sem ég finnst eiginlega dapurlegast með við sko það að allur vinnumarkaðurinn fer núna inn í þessa skammtímasamninga og ég held að sko verkalýðshreyfingin hafi sýnt mjög mikla ábyrgð að stíga þessi skref að fara inn í þessa sko við skulum segja launaþróun eða launahækkun á módel sem að næri ekki upp í verðbólguna notabenni. Það eru samningar það að standa frammi fyrir þeim raunveruleika, það kjara rýrnun að ræða, það tekið módelið það bara skekkist hjá fólki því miður á tímum líka hækkandi útgjalda sem fólk ræður ekki hvort eða velur ekki hvort það geti mætti eða ekki, það verður bara að mæta með öllum tiltækum ráðum. Þannig að það alveg búið að sýna þá ábyrgð. Það sem maður vildi sjá núna þá fyrir komandi haust og komandi vetur það að þetta frumkvæði sem áskilur að tala áðan að stjórnvöldum stíga fram og það þyrfti ekki annað heldur bara einhverja hugsjón. Við sjáum framtíðina með þessum hætti og við erum til í að reyna sko verulega á okkur við það að búa hana til. En svo hugsjón, hún virðist ekki vera fyrir hendi. Og núna þegar að vera hver mann að þvera og koma ráðrættin fram og vera að tala það eða því að það verða að skera niður. Skera hvað niður? Það fyrst og fremst verða að skera niður þjónustu, öryggi, mannafla, það verða að setja fólk út á guð á gattin og svo framvegis. Þetta niðurskurðurinn. Í staði fyrir að stíga þá fram og segja býðið nú við þurfum að skoða tekjuöflunarmódelið okkar. Og það dapurlegt að heyra því núna sem var þessi fundur á föstudaginn minni mig nú, hafi verið Vestri Árborg það sem að stjórnendur það voru að tilkynna aðgerði til þess að rétta af halla sveitarfélagsins sem kemur bara til vegna þess að hann í vexti, þess að samfélagi að þróast og allt fyrir á hliðina og stór hluta því náttúrulega þessi vaxtakjör og þessi lán sem að væntanlega sveitarfélagi hefur þurft að taka og þarf að skila á. Og það núna verið að segja við sko láglaunafólki, fólki í leikskólanum og í grunnskólum og svo framvegis gott fólk, við ætlum að segja ykkur upp og Foss þar var að held ég að fá tilkynningu það þá að segja sko 40 starfsmenn með leik á grunnskólum eða eitthvað líka. Þetta náttúrulega bara sko því líkar fréttir bara og skilabóðan til launafólks, við ætlum bara að skera ykkur niður og þegar við spurtum aðferðafræðina þá og hvar og hvernig og hvað meira og svo framvegis að þá geta stjórnendur ekki svarað þetta óhugsað. Hitt hann að mál að tekjumódel sveitarfélagana náttúrulega í ólestri og eitt af því náttúrulega og vera áratugum saman og líka þessi tilflutningur verkefni eins og bara málefni fatlara sínum tíma sem að SFR gamla stéttarfélagi kom svolítið við vorum 1,5 ár að vinna að undirbúningi að reyna að hafa undirbúninga á flutningin vegna bara starfsmanna sem voru þar og það var alveg augljóst og við vissum það hjá stéttarfélaginu sem voru búin að vinna að hagsmuna gæslu og kjara tengdum atriðum með þessu fólki sem var að vinna að málaflokkinu áratugum saman. Við sögðum við sveitarstjórnin sem við ræddum við þá þið vitið það þeir að taka við undir fjármögnuðu kerfi. Á þeim tíma voru þetta 8,6 milljarðar sem fóru í kerfi og þessum þetta allt og lítið fé og þjónustan sem þeir að taka við, hún voru miklu dýraði. Svo kemur það í ljós bara að þetta var allt rétt og þau eru taka við málefni sem að ríkið raunverulega laug inn á þau í rauninni og hafa enga peninga til að standa undir því. Alls ekki nægt fjármálaráðuneytið hlóa allarinn í bankan. Algjörlega. Svo maður getur haldið áfram bara fyrir ekki en svona bara til að nefna eitthvað sko. En þú eins og Ásgeir talar svolítið eins og öðruvísi en Ísland Þú ert að tala út frá því að stjórnvöld munu taka forystu, leggja fram áætlun hvernig við ætlum að komast í gegnum næstu 3-4 ár og koma svo að banka upp hjá ykkur og fá ykkur í lið með sér. Já, ég ekki viss að það þyrfti að banka svo mikið upp. Það alveg, ég held að verkalýðshreyfingin, hún hefur alltaf verið, allavega þegar hún hefur verið sterkust og við bara mjög dæmi það bara undanförnum áratugum. Að hefur alltaf verið til í samtal að gera samfélagi betra. Þú ert að leggja til að stjórnvöld hafi forystu í því að marka ykkur að stefnu fyrir þetta samfélag. Já, eða bara svari kallinu. Þetta miklu fyrir það. Því að þau vita það alveg og mega vita það. Allt þetta fólk sem situr núna við, þetta reynslu mikið fólk, við skulum ekki þetta gera lítið á því. Og þau geta alveg hortið við tíman bæði þegar þau voru ungt fólk og litið á þann tíma og litið á söguna sem við þekkja ágætlega. Og þau geta séð það þegar best hefur tekist til að þá hefur þetta verið samhent átak að breyta samfélagin til betri vegar.
kannski ekki alltaf fólk samfélag aðferðnar en einhver niðurstaða hefur náðst, en verkefni sem að hafa skilað einhverju til samfélagsins til að stækka okkur og styrkja og að styðja við bara samhjálpina að hjálpumst að en það séum ekki sundruð. Og þá þýðir það auðvitað það að þá þarf að sækja líka þann auð því sem í þessu samfélagi, þannig auð sem við eigum en fáir njóta. Það liggur alveg á borðinu sko. Þannig að það þarf að breyta í staðis að fara að skera niður og vera með eitthvað tilkynningur af það ætti það að vera að við ætlum að breyta skattindakerfinu. Við ætlum að sækja peningana það sem eru. Já, ég ætlaði bara að benda á sko að því ég fylgdist svolítið með vorfundunum í Washington að sko áherslupunktarnir þar úr þeirri sem þó var ansi mikil nýfrjálshyggju sinnuð stofnun lengi vel að því þeir eru búin að reyna á og læra af fjármálahruninu og COVID og núna stríði verðbólgunnar að sko þetta byrjaði reyndar 2016 cirka með inclusive growth, inngildandi vöxt og núna er bara eitt af lykilorðunum, eða hlustið á bara lykilræður Kristínu Georgiou að það verði að vera jöfnuður í öllum aðgerðunum sem eru gerða. Það þurfa að vera targeteraðar til þess að ná til þeirra sem verst standa af því að ef að þá að grafa undan jöfnuðinum sem verðbólgan er að gera og öllar ytri aðstæðanir er að gera en aðgerðir frá opinberu hliðinu verða snúa því að byggja undir og styrkja jöfnuðin af því að sko bæði hann kemur hagkerfinu til góða því það er ekki gott fyrir fjármálakerfið eða hagkerfið að þriðjungur heimila sé á leiðin í þrot eða 10% starfsmanna sé að fá uppsagnarbréf og þurfa að fara þá af launaskrá sveitarfélagsins en á bætur úr atvinnuleysistryggingasjóði skilur þú veist þetta er eitt sameiginlegt rekstrarkerfi þessi ég hættur að tala um þetta sem eigu þessi klettur hér út í miðju Atlantshafi sko og að eiginlega sko þú varst að vísa einhverja flokka ég meina IMF er að tala fyrir jafnaðar stefnu sinnuðum aðgerðum hins opinbera af því að það sem þeir sjá náttúrulega þeir eru að horfa á öll löndin að þeir sjá að fátækari hlutin og fátækari löndin eru bara leiði upplaust og þeir eru hrættir við bara sko óverðir á götum og ég meina efnahagsástandi sem við erum í núna er ekki minna alvarlegt en í fjármálahruninu 2008 og í COVID 2020 sko, og þá var hægt að standa upp og gera aðgerðir sem hafa aldrei verið gerðar áður en hér er eins og einhvern veginn menn horfa á einhver mælaborð með meðaltölum og hagvöxturinn er nú ágætur og spátnar segja verðbólgan fari niður sem að þú veist og þá bara ætla mann einhvern veginn að býða þetta af sér sko. Ég hef miklar ágjör af að það sé ansi misráðin stefna nú ætla ég að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem er komin langt til vinstri við VG það er bara þannig Herðu Ragnar Þór, þú hefur ekki trú að því að stjórnvöld takja að sér þetta fórusturhlutverk að ná saman einhverju þjóðarsátt einhverja leið út úr þessum stormi? Nei, það hef ég ekki. Sko bara reynslan sem við höfum, við tökum bara lífskjarasamningin, þar vorum við með mjög margþættan aðgerðapakka, kannski og stóran, kannski var hann of fjölþættur, en flest öll svona lykilmálin og lykilatriðin sem við vorum með inn í þeim samningi voru svikin og það er kannski það sem að verður mjög snúið að ná saman. Þú veist, það er eitt að hreyfingin sé saminuð einhverja aðgerðapakka eða einhvern þrýsting á stjórnvöld til þess að koma með einhvern aðgerðapakka en síðan er einfallega ekki trausti staðar til þess að vera bjartsýnn á efndir og það blasir við eitthvað meina að við verðum í endalösu barningi út samningstíman að reyna að fá þau mál sem að við þó náum að semja í gegn og ég bara vísa til dæmis á það að lífskjarasamningurinn átt að lækka vexti, það gekk eftir
En það átti að vera mótvægisaðgerðir sem að voru tvíþættar, að það er að þrengja verðtryggðu lánunum með það markmiði að þau yrðu bönnuð og sömulegis líka var okkur lofað til dæmis Keldnaholtinu og það er farið í stórfelldu uppbyggingu þar og ríkið ætlaði að leggja það fram og það sem gerist að ríkið seldi síðan Keldnaholtið aftur inn í betri samgöngur sem átti að fjármagna samgöngukerfið þar. Ríkið sveik í raun allt sem að við settum fram og síðan er búið að þvæla eins og húsnæðisuppbyggingunni í starfshópum og nefndum síðan þá eða síðan. Finnist alltaf út í fleiri nefndinu sem nefndinir eru. Því fjarlægari lofurðunum. Og þau úrræði sem við höfum þónaði gegn til dæmis eins og hlutdeildarlána kerfi sem átt að koma inn fyrir unga fólkið og þá sem höfðu lent til dæmis í hruninu og höfðu ekki lánstraust eða slíkt að þetta var einmitt þynnt út og gert nægilega gagnslust til þess að það hefði sem minnst áhrif. Þannig að sko trú mín á stjórnvöldum hún er ekki með þeim hætti að þau munu koma að borðinu með eitthvað frumkvæði vegna þess að við erum búin að funda með þeim mjög reglulega. Við erum búin að vera að kalla eftir aðgerðum með mjög reglubundum hætti. Við erum búin að vera að þrýsta á eins og við getum en allt kemur fyrir ekki að við þurfum einfallega að fara að hugsa bara í öðrum tón og fara Ragnar, með þessa stöðu að hinn kosturinn væri það að þið farið á semjið og svo kemur ríkið þarna í lokin og ætlar að redda einhverju svona. Það er ekki hægt með þess að þú að segja því það er lofurðin tíma. Eina leiðin til þess að það geti gengið upp er að ríkið komið undan með aðgerðinnar. Það er nákvæmlega það sem þarf að gera vegna þess að ef við býðum fram í 12 mánuði, hvað mun gerast á 12 mánuðum? Við getum svona reikna með að 300 skróna leigan sem að fólk er að borga í dag verður komin í 330 skall. Við verðum búin að sjá þúsundir heimila vera að koma með stökkbreyttan húsnæðiskostnað út af föstuvöxtunum sem eru búin að renna sér skeið. Við erum búin að sjá örugglega einhver þúsundir heimila sem eru búin að flýja yfir í verðtryggðulánin. Það sem að bankarnir náttúrulega stór græða á verðbólgunni vegna þess að þeir eru með meiri af verðtryggðum eignum heldur en skuldbindingum. Svo er hópur sem ég held að Bjarni hafi verið að benda á og líka Ásgeir sem eru valkostur sem að bankarnir bjóðu upp á að ef það hækkar mikið hjá þeir þá máttu halda áfram að vera í verðtryggðaláninu en þeir kasta hluta af greiðslubyrði dagsins yfir á lánið sem er náttúrulega ákveðin aðferð til þess að bara brenna upp eigið fé að banki muni eiga þessar íbúður bara fulluleiti eftir 2,5 ár. Já, þetta er þessi mantra sem að kemur stundum upp að það er engin vanskil á bönkunum. Það er engin vanskil og það er engin vanskil vegna þess að það húsnæðisverð hefur hækkað og það hefur myndast eigið fé hjá fólki og þú getur ekki farið í vanskil við bankana ef þú átt eitthvað eigið fé eftir í húsnæðinu. Já, meðan að bankin hefur eigið fé til þess að sjúga upp. Þú getur ekki borgað óvertryggða lánin á breytilegum vöxtum, með jöfnum aðborgunum. Þá er það bóðið jafngreiðslulán, óvertryggt. Ef þú getur ekki borgað af því, þá er það bóðið blandalán, verðtryggt og óvertryggt. Ef þú getur ekki greitt af því, þá ferðu yfir í verðtryggt lán og endar náttúrulega í verðtryggðu jafngreiðsluláni. Ef þú getur ekki borgað af því, þá getur þú fengið fristingar á afborgunum sem fara síðan aftan á höfuðstólinn. Þú getur ekki farið í vanskil við bankana svo lengi sem er eigið fé. Stóra spurningin er, hvað munu bankandi gera þegar að eigið fé fólks í eignum sínum er uppurið og hversu harkalega munið þau ganga fram þá og eigum við að bíða eftir þeim tímapunkti, eigum við að bíða í 12 mánuði núna eða 10 mánuði eftir að kjarasamningar renn út, eigum við að bíða og eftir því að staða fólks hefur versnað enn frekar eða eigum við að láta sverfa til stáls strax. Hvernig gerum við það? Það er í rauninni ekkert annað í stöðunni heldur en bara fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni að undirbúa mótmæli, fara niður á Austurvöll, fara í aðra búsáhaldabyltingu, keyra á
samtakamátt fólksins í landinu, ekki bara út af húsnæðismarkaðunum eða leigunni, út af grunnkerfunum, heilbrigðisþjónustunni, leikskólanum og öllu því sem hefur fengið að grotna hér niður síðastliðin ár út af taumlausu dekri stjórnvalda við sérhagsmunaöflin og fjármálakerfið. Þetta önnur staða sem við erum í núna, eins og ég kom inn á áðan, í hruninu þá náttúrulega þurrkaðist hlutabréfamarkaðurinn út, fyrirtæki fóru á hausinn í stórum stíl. Nú gangaði almennt vel, en nú vaxtastigið farið að bíta á fyrirtæki líka og gjaldþrotum gjaldþrot aukast. Þannig að, og það ekkert í kortunum sem að bendi til þess að þessi staða muni patna eitthvað að sjálfu sér eða stjórnvöld hafa ekki sýnt í rauninni neitt skilning á þessari stöðu og áhyggjum okkar. En mistökin kannski sem að voru gerð hérna í eftirmáli hrunsins þegar hérna búsáldabyltingin átti sér stað og að þá var krafan kosningar og nýja ríkisstjórn. Það voru kannski mistök vegna þess að fólk það var boðið til kosninga og þá kom ný ríkisstjórn og hún gerði raunin nákvæmlega. Nýstjórn í fjármálaeftirlitið og ný yfirstjórn í Seðlabankann. Allt sem að fólk baðum. Og ekkert breyttist. Það breytist ekkert. Þannig að ef við tökum bara mótmælinn í Frakklandi, þau snúast rauninni bara aðgerðir til þess að vinda ofan ákveðnum hlutum og fá ákveðnar breytingar í gegn. Og það náttúrulega að hafa mótmælið þar snúist hækkun á eftirlaunaldri 2 ár og það náttúrulega krafan breytingur en ekki endilega kosningar eða eitthvað slíkt. Ekki nýjan forseta. Nei, ég meina það þú veist, reynslu, við tölum bara út frá reynslu, að þá breytist ekki, þá náðu ekki að breyta neinu. Við þurfum að aðferðafræði. Ég held að tími kurteisislegra samtala sé einfaldlega liðinn. Stjórnvöld hafa fengið sitt tækifæri, þau fengu það í lífskjarasamningu 2019, þau fengu það núna í skammtíma samningnum vegna þess að verðbólgan það sem verið að drífa verðbólgun áfram núna í janúar, febrúar og svo mars, þetta eru stýrivaxtahækkanirnar sem hafa áhrif á greidda húsaleigu í vísitölunni. Það eru opinber gjöld og það eru innlend framleiðsla. Þetta eru þessi 3 stærstu. Ríkisvaldið tekur þátt í því að grafunda kaupmátti almennings eftir síður heldur en. Þetta er ekki launahækkanir og það hefur eins og allir vita og þekkja að það hefur ekki fundist samhengi á milli launahækkana og verðbólgu síðastliðin 20 ár. En samt kemur fjármálaráðherra fram og heldur þessu statt og stöðut fram að þetta sé helsti vandi sem að við stöndum frammi fyrir sem þjóðfélag og seðlabankastjóri og þetta sýnir og þetta viðhorf gagnvart því sem að við höfum verið að reyna að ná fram og reyna að vinna og fá stjórnvöld í lið með okkur sýnir rauninni bara það og staðfestir að þetta bara full reynt og hreyfingin, hvort sem fer saminuð í þetta eða ekki, þá ég allavega þeirri skoðun og ég mun stíga fram fyrir skjöldu og reyna að leiða einhverja hvort sem það verður ný búsáhaldabylting eða bara mótmæla alda í okkar samfélagi, við sjáum hvað að gera allstæðir í kringum okkur. Það ekkert ástæðulausu að það eru 25.000 manns í Noregi sem eru núna komin í verkfall eða staða hvernig hún í Bretlandi eða Þýskalandi eða bara út alla Evrópu. Þannig að hvað segir þú Þorrin? Áttu pott og áttu sleif til þess að fara með Ragnari á Möstuvöll? Já, ég held að sé nóg til að því nóg til að það svona háaði verkvarum það þarf að hugsa þetta aldrei verið bara hvernig það gert og það þarf auðvitað mótmælabylgju til þess að rétta svolítið samfélagið af. Ég tek alveg heils hugarindi það við lærðum því miður alls ekki nógu mikið ef nokkuð af hruninu Það er einhvern veginn bergmálið það er einhvern veginn fjarað allt og flugt út og okkur tókst ekki að standa sameiginlega því að knýja fram raunverulega breytingar. Og ég held að það sé nú ekkert flókið mál af hverju það var ekki. Það er bara kapitalismin, hann
náði vopnum sínum bara mjög fljótt aftur og fjármagnin náði alveg fyrir stöðu alveg ógna hraða og einhvern veginn að þá sveigðumst við því að vera með gömlu trúna á það að þú veist, allir munu hafa tækifæri á að vegna sem best í lífinu og vera ríki bara að við trúum á einhvern ákveðin flokk og bla 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 og einstaklingsíkjuna í misskildri túlkun á sjálfstæða fólki eftir Laxness sem er nú eina skemmtileg mýtan sko. En hvað finnst þér það að Ragnar verkefniseiningi náttúrulega hinn skipulögðu baráttu tæki almennings og hann eiginlega að leggja til að til þess að ná fram breytingum og þá verðum við að fara í stjórnmál götunar sem eru oft tæki þeirra sem að hafa ekki skipulögða maskínu þó að frakkaldir þeim tekst alltaf að samtvinna þetta. Við ég var reyndar maður tekur það bara í stóra samhenginu að núna það sem er að gerast í Evrópu er að mörgu leyti vegna þess að maður áskýrækti áðan að erfiðleikarnir hafa bitið víða miklu fastar hjá öðrum þjóðum heldur í okkur og ég var að segja bara eins og allir bara horfur á fréttina frá Breitlandi þá bara finnum maður til með almenningi þar í landi eftir þess að vitleysu vegferð sem þau hafa verið á núna undir 10 árum. Ég held ég akkurat það sem það er einhvers konar mótmæli og láta heyra í sér og taka virkan þátt í kröfugerð sem byggir á því að við höfum framtíðarsýn sem er önnur heldur en að við erum að praktísera í dag. Og ég held að sé hægt að virkja það. Það þarf að búa hana til. Já, það þarf að gera það. En hún var sjálfsbrottin líka í hrunnu vegna þess að það var ekki þannig að það veri kannski hugsjónirnar sjálfar eða framtíðarsýnin sem að leysti úr læðingi þennan kraft almennings, heldur bara beinlýnst það var verið að sláða utan undir bæði vinstri og hægri og þá kom almenningur út á götuna til þess að mótmæla. En veikleikin var það sem Ragnar lýsti að kröfunar voru ekki uppbyggingu á einhverju nýju samfélagi heldur voru kröfunar að við viljum ekki það sem að var en það vantaði raunverulega kröfunar sem ætti að koma til mótvæðis, er það ekki rétt með Ragnar? Akkurat. Þú getur ekki farið í mótmælaöldu núna eftir búsaldabildinguna og komið bara með kröfuna við viljum þetta ekki. Þú voru að segja hvað við viljum. Já, það er það sem og ég bara get sagt það hér í þessum þætti að ég komið mun lengra í þessari vinnu og þessum undirbúningi heldur en ég talaði áður og hverjir koma með mér í þessa vegferð verður bara fróðlegt að sjá. Ég bara býð öllum með sem að séu félaga mínir í verkefnishreyfingunni. Ég get ekki beðið eftir fólki í minna raða. Ég ætla ekki að bíða eftir að næsta mótmæla alda sem að verður sjálfsbrotinn bíði eftir að ég komi síðan niður á Austurvöll eða hvað sem það verður eða fyrir utan Seðlabankann. Í hruninu og eftirmálum þess þá var verkalýðshreyfingin á hliðarlínunni og það var átakanlegt að fylgjast með þessu svakalega öfluga batterið sem það ætti að vera í hagsmunagæslu fyrir fólkið, hvernig hún brást og það er nú einmitt ástæðan fyrir því að ég fór í þessa baráttu mína að gera hallabyltingu í Vaffer sem að skilaði mig síðan í þessari stöðu sem ég er í dag að ég ætla að fara niður yfir og ég ætla að gera eitthvað og ég ætla að reyna að hrífa fólki með mér. Ég ætla að fá félaga mína í hreyfingunni með eða þeir vilja. Ég ætla að reyna að fá hagsmunasamtök heimilana sem eru sjálfsbrottin úr efnahagshruninu 2008. Samtök leigjenda sem hafa verið að gera stórkostlega hluti. Það er bara komið við erum með gríðarlega öflugt fólk sem að ég treysti bara þess að leiða hér bara alvöru byltingu til þess að reyna að knýja á raunverulega breytingar vegna þess að það mun ekki koma sjálfur sér og við getum ekki beðið eftir þeim í 12 mánuði. Þú segir byltingu, hvað þýðir það? Það þýðir bara það að við getum kallað þetta öllum nöfnum, mótmæli, byltingu eða hvað sem er. Fólk þarf bara að gera sér grein fyrir því að það er ekkert að fara að breytast. Staðan er bara að fara að versna. Ef að fólk heldur að staðan sé slæm á leigumarkaði núna og þú ert að leigja íbúð sem að er með verðtryggða leigu, staðan á bara eftir að versna. Hún mun versna og versna. Við erum ekki að fara að byggja nægilega mikið á húsnæði til þess að byggja upp í uppsafnaða þörf. Framkvæmdir munu draga saman.
ég meina við erum búin að vera að skoða Keldnaholtið sem okkur á loðasunum tíma, Blikastaðalandið inn í Mosó, staðin inn í Úlfarsárdal, það nóg byggingalandi, það ekkert að fara að gerast þetta næstu 3 árin, ekki nokkuð skapaði hlutur, það mun ekki fara að skópla þetta niður næstu 3 árin og þetta eru einu svona stóru uppbyggingasvæðin sem að hægt að fara í eitthvað svona raunverulegt átak til þess að sko fara í langtíma mótvæðisaðgerð og mynda eitthvað stöðuleika húsnæðismarkaði. Þetta mun enda og þetta allt meira og minna í höndunum á bröskurum og verktökum sem eru bara meira og minna að pakka saman. Þannig að, og síðan alltaf bara stefna Seðlabankans að koma hér vaxtastig upp í jákvætt raunvaxtastig og það skín alveg í gegn hvað Ásgeir að segja við fólkið þó að finna alltaf nýja afsökun fyrir hverju stýrivaxtahækkun. Hann að segja við okkur, hér geta stýrivaxtar ekki undir nokkur kringumstæði verið neikvæðir nema í x langan tíma og það þýðir bara eitt að hann að segja okkur það vexti muni hækka, staða mun versna, það verður engar mótvæðisaðgerðir fyrir fólkið fyrir en eigi fér uppurið í íbúðum þess og þá spyrir maður á móti, hvað ætlar fólkið að gera? Sem að í þessari stöðu að förstu vextirnir renna út í haust eða núna snemma á næsta ári, ætlum við að bíða eftir að eigi fér uppurið. Hversu það verður kannski bara ágæti smæli á hversu þrælslundin sterk í okkur ef við ætlum að láta þetta yfir okkur ganga næstu mánuði og misseri en ég ætla ekki að láta bíða eftir mér, það einu skilaboð sem ég get sendt út, það þarf einhver að taka skarið og ég bara búin að hugsa þetta mjög mikið og lengi og ég alveg búin að átta mig á í hvað við stefnum og hvað þarf að gera til þess að ná breytingum. Það þurfum við svona hitt út á göttunar. Þú nefndir að búsaltabildingin hafi haft áhrif en skamman tíma. Ég held að segja þetta halda raunverulega fram að bara strax haustu 2009 hafi dregið úr aflinu á tímanum frá banka eða svona fljótlega eftir bankarun, kannski frá febrúar fram á haustu 2009 hafi almenningur haft áhrif á stjórnvöld. Alveg klárlega. Upp á því bara erfiðar að sjá það sko. Þá eiginlega svo allir nái vopnum sínum, stjórnvöld og verkefnisreifingi sem óttaðist grasrótina á torgunum. Það ná allir einhvern veginn svona vopnum sínum og það dregur úr áhrif. Samfélagi heldur síðan áfram, já. Ég held að það þannig, er það rétt mat, ef við segjum að það sé hjá honum Ragnari, að það sé bara líklega að setja ná meiri árangri í komandi kjarasamningum ef það bara sæminlegur hiti á göndunum. Já, það alveg klart mál. Ég held að það allir launagreiðendur, hvað sem það ríki eða fyrirtæki, að þau finna það ef óánægjan brýst út og hún sýnilega og áþreifanleg. Það alveg klart mál. En það sem við sjáum líka sem nú ekki kannski neitt mjög byltingakent að nefna en einhvað síður að þá sjáum við það að óánægja til með ríkjandi stjórnvöld, hún fer bara vaxandi og það ástæði fyrir því og ég held að þessi eldar sem eru núna að byrja að kvikna við að þeir geta ekkit gert annað heldur hún að stækka það verður ekki breyting á, það alveg klart mál. Það var nefnt ég held að nú verið bara hvort það verið í þessum þætti eða hvort það verið bara í einhverju samtali. Það sem bara til að lýsa því hvað að gerast á markanum að Bjarg með verkefni núna niður í Vogum það sem líka einstaklingar eða einstakar fyrirtæki sem að byggja það sem 3 herbergja íbúð annars vegar hjá Bjargi sem til leigu á rúmar 165.000 krónur á meðan samskonar 3 herbergja íbúð kannski stærri með einhver annari hönnun við hliðina í blokkinu við hliðina sem jafngöðumur og jafn ný á einhverju 360.000. Þetta algjörlega út úr öllu korti í rauninni og það er þannig að þegar þú farin að eyða upp undir 70% af ráðstöfunartekjunum í leigu þá mun það einhvern tíma brjótast út svo eignast eitthvað barn og þá bara heimurinn í hrauni vegna þess að þú getur ekki séð þér og þínum farbúða lengur og ég held að þetta sé það sem auðvitað nauðsynlegt í allri baráttu og það það sem við stöndum frammi fyrir líka þegar við erum að gera kjarasamningar og erum að tala um okkar félagsfólk að ef við fáum ekki hópinn með, við fáum ekki fjöldan með því sem við erum að gera, að þá verður engin árangur af því. Það þannig. Og ég held að þessi hiti sem Ragnar svolítið að tala með hérna úti núna, ég held að sé alveg tækifæri á að virkja hann.
Ragnar, ég spurði lærtómurinn af búsaldabildingun að fólk, múurinn, fólk út á götunum, það verður að hugsa vel hvað það biður því að það getur fengið það. Þarna var það bara stjórnarskipti, það breytist ekkert, og stjórnarskipti í Seðlabankanum, það breytist ekkert, og stjórnarskipti í fjármálaeftirlitinu, það breytist ekkert. Hvað er það sem að þú vilt að fólk krefjist? Það er nú bara það sem við erum að teikna upp. Það þarf ekki að vera það bara, það er ekki líka fyrir sem ykkur? Jú, að sjálfsögðu. Þetta er ekki eitthvað sem að, ég meina, við erum búin að vera og ég er búin að vera að skoða þetta mjög mikið og ég hef hort náttúrulega mikið til búsáhaldabyltingarinnar vegna þess að það er svo óbóðslega margt sem við getum lært af bæði mistökunum sem við gerðum þá, bæði sem verkalýðshreyfing, og við getum lært mikið á því hvaða kröfur voru til staðar. Það var ný ríkisstjórn, það voru kosningar, það bara ekki til að hlaðan árangur því miður. Þannig að við þurfum að fara fram með mjög skýra kröfur og það er náttúrulega snýr að leigumarkaðnum, það snýr að húsnæðismálunum, það snýr að þessum grunnkerfum okkar og það snýr að afkomu öryggi. Og það snýr að þessu gengdalösa dekri við sérhagsmunaöflun og fjármálakerfið, bæði hvað varðar til dæmis auðlindirnar okkar, og þetta snýr að þessum miklu tilfærslum sem að verða bara inn í fjármálakerfið. Ég meina bara bankarnir, 3, Landsbankin, Arion og Íslandsbanki, voru að fá meira, fyrir 25 milljörðum, bara hrein aukning á hreinum vaxtatekjum á milli ára, og þá er ég að tala milli 21 og 2 og var nú 21 metár. Það var aðeins slakari afkomi á Landsbankunum vegna þess að þeir töpuðu svo mikið á Marel. Þannig að þetta er ekkert ósvipu staða að vera að byggjast núna upp bara til dæmis á lánamarkaðinu hjá fólki eins og gerðist þegar skuldirna stökkbreyttust á einu vettvangi út af hruni krónunar. Og þannig að það er margt sem við getum tekið svolítið svona saman, hvað tryggar að fólk, en það er bara eitthvað með þetta er svo víðtækur vandi sem að við erum að horfa fram, bara eldri borgar og öryrkjar. Ég meina, við erum búin að hækka núna umfram vísitölu lífeyri hjá lífeyrissjóða verslunumanna 17% á okkur 14 mánuðum, en þetta fer meira og minna í skerðingar hjá fólki. Þannig að það er ekki ávinningur á einu sem að verið að reyna að gera, en þetta verður ekkit manifesto upp á 6 eða 7 blaðsíður. Við þurfum bara að koma okkur saman fyrst þarf að finna bara öflugan hóp, og ég er að horfa til nokkur aðala í þessu, bæði innan verkalýðshreyfingarinnar og svo hagsmunaafla eins og hagsmunasamtaka heimilina og samtaka leigjenda og fleiri svona félagasamtaka sem hafa verið alveg gríðarlega óþreytandi og öflug í þessari baráttu. Og við þurfum að setjast niður þessir hópar, fólk sem er tilbúið til að rísa upp og leiða hér fólk til samstöðu einhverja breytingar og viðhorfsbreytingar hjá stjórnvöldum, að ég ætla ekki að teikna upp þessi 3 atriði eða 5 atriði sjálfur. Við þurfum að gera það saman og við þurfum að gera það áður við örkum niður á Austurvelli eða hvað sem það er. Ég var fyrir þetta Seðlabankan í morgun, ég var bara að kíkja á svona framkvæmdina þar og það er nú búið að gera það svo vel fyrir bankan. Það er sko 30 milljarða eldhúsið. Já, og þannig að ég er nú bara búin að vera að skoða staðsetningar, þannig að það er nú bara, það er, ég veit að Guðmundur Hrafn sem situr hérna við hliðina. Hann er komin þú kjaftaði frá því að það er komin annar fastagestur, að Ásgeir Brynjar sem þið hittu fyrst, fastagestur þáttur. Hann fær símtal frá mig mjög fljótlega. Guðmundur Hrafn er það. Ég ætla aðeins, ekki sleppa þér strax Ragnar. Af því að þegar þú þá talar þú svolítið svona enough is enough, það er komið nóg, það er svona tónnin í þessu, og það er til mótmælarhreyfing í Bretlandi sem heitir þessu nafni, enough is enough, sem er einmitt sambland af róttækari hluta verkalýðshreyfingarinnar og ýmis konar samtökum gegn fátækt sem er kannski svipað og bara PEP á Íslandi og leigjendasamtökunum og öðru slíku.
og þau koma fram með kröfur undir þessu nafni, það komið nóg og það eru bara 5 og það eru hækkun raunlauna það lækkið orkureikningin endið food poverty sem að myndi þýða bara fátækt eða það að fólk ná ekki endur saman sem þá út fyrir launamarkaðin öruggt húsnæði fyrir alla og skattleggiðin ríku. Þetta frábær herferð og ég hvet alla sem að leggja vel hlustur og fylgjast með þessum umræðum hérna við þetta borð að googla þetta enough is enough. Þetta afskaplega vel heppnuð herferð og hún hefur verið að fara víða, ekki bara í Bretlandi og við getum lært mjög mikið af þessari framsetningu og ég horfi mikið til einmitt þessari herferðar í því sem við þurfum að gera og skipuleggja okkur í kringum og við þurfum bara að rísa upp og það bara einfaldlega komið nóg. Þetta fullreynt, þetta kurteisislega samtal, þessi vettvangur sem að stjórnvöld hafa boðið upp á eins og í gegnum þjóðhagsráð og síðan eins og ég segi þessir fjölmörgu endalösu fundir, starfshópar og nefndir sem við erum búin að sitja í núna síðustu ár og það sem hefur komið út úr því náttúrulega bara ekki bara grátlega lítið, það bara nánast ekki neitt og þannig að það komið nóg og ég horfi mikið til þessara herferða sem að Bretarnir hafa gert svo listavel og hver veit nefnir við bjóðum bara í heimsókn núna í vor eða haust. Það getur líka litið til svona stöðu sem komin upp við það. Mjög í rauninni merkilegt að það var svona það opnaði augum hans kannski enn frekar líka fyrir eins og sem að gera sem ekki farin eitt mjög hátt að þegar að ég held að vera hjálpræðisherinn ef ég maður rétt verið hjálpastofni kirkjunar, hjálpræðisherinn sem að bara fyrir örfáum árum var með gesti í hádegismat og þeir voru að tala um einhverja 10-12 máltíðir á mánuði sem þeir voru að gefa fólki og þau voru að tala um að það var vaxið upp í einhverju 1000 núna á mánuði 200 á dag held ég að vera talan á dag. Ég held það var í kringum 5000 þegar mest höfðu látið og þetta maður svona rekkur aðeins í kút, maður verður bara að viðurkenna það að það sem að var svona eitthvað svona örlítið til að hjálpa svona örfáum eða litlum hópi fólks sem hefur alltaf verið að núna í þessum sem á að vera þessi góða æris tími og tímar að þá fjöldi mann sem að koma og að koma líka með börnin sín og til þess að fólk fá eitthvað að borða og við vorum að tala um að fá bara einhverja daglega næringu. Þetta fólk sem fór með megnið af tekjum sínum til leigusalans í upphafi mánaðins og borgaði leiguna, átti svo fyrir mat fram til 10.12. og fer svo til hjálpræðisins með börnin sínu eftir. Þetta er bara alveg skelfilegt Því að þú verður að borga leiguna, annars ertu á götunni með börnin þín. Og ef þú ert á götunni með börnin þín, þá kemur barnaverndarnefnd og tekur það af þér. Þetta er raunveruleikinn. Og við getum rétt líka, maður hefur ákveðnar hugmyndir þann svona samfélagslega skaða sem að varð í eftirmálum hrunsins sem að verður auðvitað aldrei mældur í upphæðum bara algjör hryllingur en það sem við erum að gera þessari þjóð með skipulögð aðgerðleysi sem að stjórnvöld bera algjörlega ábyrgð á börnum sem að bara fjölskyldum sem að munu ekki bera það sem að í vændum nema kannski einhvern skamman tíma og bara hugsa til þess að sá hópur á fólki sem að þó náði einhvern veginn að drösla sér upp eftir hrunið sé að fara að lenda í mjög sambarlegu málum aftur maður býður ekki í það að setja sig eða reyna að setja sig í spór þeirra sem að ganga í gegnum þessa hluti og þess vegna er svo mikilvægt að við rísum upp sem þjóð gagnvart þessu ástandi vegna þess að hversu langt eigum að leyfa þessu að fara og ganga áður en við erum tilbúin til þess þannig að við höfum ekkert val við verðum að gera það þó að sé ekki nema fyrir náungan eða fátæktina, öryrkjana
Það verður að hlaða í mikil áföll sem eftir að dynja að sjálfsög fyrir fólk á leigumarkaði, fyrir þá sem eru með stökkbreyttan húsnæðiskostnað, bara hvernig þú veist, okkur ber bara samfélagslega skylda að stíga og rísa upp sem þjóð, alveg sama í hvað stöðu við erum í. Ég meina, ég á 5 börn, okkur gengur ágætlega, en ég meina þau ekki sko fræðilega möguleika að komast nokkuð tíman inn á húsnæðismarkað, ekki séns. Verkin eru bara líka svo mörg núna. Það er engin framtíðarsýn, það er ekkert sem að einhvern veginn maður sér fyrir sér að muni gerast þess að byrta til, og ekki eru við í vestri stöðu. Ég ætla að segja hvort það er svo mörg merki að hvort þessar breytingar sem er að gerast. Ég menna, þú veist, maður fer út í búð á hverjum degi eða annað hvað það nú er, og það er alltaf minna og minna í pókanum fyrir 10 skallin. Já, sko. Þess að þegar maður var að bara frekast upp sér að maður gæti fara út með 2 póka, svo gæti maður fara út með 1, og nú er þetta orðið 3/4 sko. Þetta er bara merkin eru svo verðinu, sko. Nei, maður bara trúir í er þetta er þetta í pókanum sko. Og 11 stýrivaxtahækkanir síðar 11 stýrivaxtahækkanir síðar. Hver er árangurinn? Hver er árangurinn af stýrivaxtahækkanir? Hann er engin. En samt er alltaf réttlætt stýrivaxtahækkanir og regna minn. Það er ekkert þess að við getum gert annað en hækka á enn frekar. Vegna þess að stýrivaxtahækkanir, hann sagði líka á sínum tíma, ég er að eiga í þessu einn. Það er ég hef aldrei skilið þá svona hugmynd hans. Nei, hugmynd, þetta er bara svona yfirlýsing sem var náttúrulega, þú veist, á þess að vera eitthvað að búa til einhverja dúnsænkant á honum sko, að hann var bara að segja stjórnveldi er ekki að koma til að aðstoða samfélagi í heild til þess að við náum utanum þetta fyrir fólk. Seðlabankastjóri, hann veit vel að þessar stýrivaxtahækkanir eru ekki til þess að berja niður verðbólgu. Það gera það ekki. Það býta ekki á þá sem að hafa mikið á milli handana og eru að halda uppi mikilli neyslu vegna þess að þeir skuldi ekki. Það kemur bara fram. Til þess að verja fjármagnir. Til þess að verja fjármagnir fræðtölu, því hann hefur sagt það beint og óbeint. Hann hefur talað þess að af hverju er ekki fjármagnseigendur hérna mótmæla þeir á Austurvelli vegna þess að vextir eru neikvæðir. Þú veist, ég held að þeir fara ekki með Austurvelli, þeir fara bara að bata tíma hjá hann. Peningastefnunefnd, bæði Þórarinn og Gylfi og fleiri, þau hafa sagt að bara óbeinum orðum að hér gangi ekki að vera með neikvæða raunvexti. Þú veist að hér bara gangi það ekki til lengdar. Lagarde, seðlabankastjóri Evrópu, hefur sagt það oftar en einu sinni og oftar en einu viðtali að hækkun stýrivaxta mun ekki hafa neina áhrif á verðbólgan. Hún mun koma niður, þessi verðbólga sem við erum að eiga við, hún mun koma niður alveg saman hvort að stýrivexti verði hækkað ekki. Við vitum alveg hver mun reykja sér að góðum árangri þegar það gerist. Það verður seðlabankastjóri. Eins og hann gerði svo sem í haust reynt út fyrir þetta væri að virka. Eða var hægt að halda því fram að þetta væri að virka. Herðu, Guðmundur Hrafn, þú kemur inn vanalega á mánudaginn og við bauðum bara að sittast þarna við þetta borð. Hvernig líst þér á tónin í þeim félögum? Sérstaklega Ragnari, hann er ég held að sem gunnfána hann undir borðinu sem alltaf reisa upp. Já, ég bara þekki hennar tón en búin að tala með þessum ætti í áratug eða rúmlega það. Þannig að hann er svona leiðarstefið og leiðarljósið í þessari réttindabaráttu almennings, ekki bara launafólks, heldur líka bara annar að hópa svona ákveðin fyrirmynd í því. Þannig eru leigjendur búin að fá nóg? Já, leigjendur eru löngu búin að fá nóg. Það er við vorum nú að gefa út skýrslu í dag sem heitir staðreyndir íslenska leigumarkað, sem við vorum að draga saman staðreyndir fyrir íslenska leigumarkað, sem staðreyndir sem við erum búin að vera að vinna með og í rauninni bara opinbera tölur. Við erum að draga fram í bara öðruvísi samingi heldur en svona opinbera stofnun að gera, og við erum búin að setja saman svona frásögn af leigumarkaðnum og að sjálfsögðu leigjendur fyrir löngu búin að fá nóg. Þeir hafa bara ekki haft sérstaklega góðan vettvang til þess að ávarpa það nema svona sín á milli. Það er lítið hlustað á leigjendur, en í dag eftir að við gáum þetta út í morgun þá virðist mér að svona hinn almenni borgari sem hafa verið að taka þessum skilabóðum, að þetta kemur svolítið svona, það er margir hálf sjokkeraðir yfir þessum ljósmyndu sem við erum að draga upp af leigumarkaðnum. Nú, þetta er ekkert eitthvað nýtt fyrir leigjendur. Þetta er bara, leigjendur er búin að vera í þessum skurðgröfum
í hernaði í mörg ár, þetta eru bara ljósmyndir sem birtast þaðan, þetta eru hversdagsleiki fyrir leigjendur að búa við það að vera að borga 60, 70, 80% af launum sín. Vorum átt okkur líka á því að eins og húsaleiga er mæld, hún er mæld með verðsjá húsalegu sem til grundvallar vísitölu húsalegu. Þar eru eldgamlir samningar inni, 46-49% samninga, oftast samningar er fólki sem er að leigja ódýrt. Þetta er fólk sem er að leita alltaf leið til þess að leigja ódýrt, leigja lítið vegna þess að það er tekjulagt og þar leiðandi gjaldgengt til þess að fá húsaleigubætur. Aðrir sækja ekki húsaleigubætur og eru að leiga miklu dýrari, almenn leiga miklu dýrari. Þannig að húsaleigan sem birtist í verðsjá húsalegu, hún er í rauninu miklu hærri. Og þar sem að bara skattleysismörk tekna þau hafa lækkað eða það segja sko það eru lægri krónu uppað sem er skattlaus hlutfallslega heldur en var fyrir nokkrum ára síðan. Þannig að sko raunum að segja álag húsalegu á lágmarkslaun hefur aukist 24,3% ef við tökum með þessu. Þess að leigan taki 24%? Nei, þegar við erum talað bara á undanförnum áratug. Árið 2011 þá var álag húsalegu á fjölskylduíbúð á höfuðborgarsvæðinu 59% af lágmarkslaunum. Í dag er þessi sama leiga, samkvæmt verðsjá húsalegu, sem er lægri leiga heldur en gengur gerist. Hún er komin í 69%. Þetta sama álag er 46% að jafnaði á höfuðborgum í hinnum Norðurlanda. Þannig að sko að þetta er svona auka skattlagning vegna þess að sko að ef þú mælir húsalegu frá 2011 eftir ákveðnum hagstæðum sem bara verðlagi svona Evrópu hlutfallinu af fasteignaverði og þessu hlutfalli af launum eins og viðgengst á Norðurlöndunum, þá endur við alltaf eiginlega á sama stað með húsaleguna sem segir að þessi húsalega sem við erum að borga hér sem er okkur reiknast til að séu kring 35% af há, þetta er svona að meðal íbúðinni það 80.000 krónur á mánuði sem er hrein skattlagning á leigjendur, íslenska leigjendur umfram sko tekjuður, þetta er ráðstöfunarféð. Þegar búið að taka alla skatta og gjöld af launu þeirra, þá þurfa að borga 80.000 krónur aukalega í skatt sem fer ekki eins og inn í hagkerfið, hann fer ekki í það að skapa og efla störf inn í neyslu og þjónustu. Félagið mín hefur borðið kannski búin að berjast fyrir því árum saman með 50 til 100 manna starfslið að kreista fram kannski 20.000 króna launahækkun. Þyrftan á 150.000 króna launahækkun umfram. Og svo kemur bara einhver lögfræðingur úr Logos og tekur þetta af þeim og það segir enginn neitt og gerir enginn neitt. Og þessi peningar sem þeir eru að berjast fyrir, eða verklagsefingin er að berjast fyrir, er til þess að efla hag leigjenda, eða bara íbúða og launþega og til þess að efla samfélagið vegna þess að þegar að fjölskyldunum vegna betur og taka þau meiri þátt í samfélaginu, þau fjárfesta meira í svona sínu nærumhverfi, taka þátt í meira í samfélaginu og efla og virkja bæði störf og viðskipti í sínu nærumhverfi. En þetta er allt dregið út af leigumarkaðnum og inn í sjóði og vasa hjá fjárfestum sem veit ekki hvað verður þetta. Mikið af þessu fé fer aftur inn á fasteignamarkaðinn í formi yfirboða og íduppi fasteignaverði sem kemur svo í veg fyrir að afkomendur okkar komist nokkuð tíman inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að svona hringrásfarin í gang að vera að ræna og skattleggja leigjendur okkur einasta degi til þess að styrkja stöðu leigusala til þess að sópa upp fasteignum til þess að koma í veg fyrir að hvorki börn leigjenda eða þeirra sem eru tekjulæri og eru á eignamarkaði komist nokkuð tíman í séreign. Og íslenski leigjendur búa við mikið óöryggi. Það er tæplega 70% af öllu leigusamningum einungis til 1-2 ára. Á síðustu 3 árum fluttu leigjendur að jafnaði 1,6 sinnum. Hverju ári? Foreldrar mínir,
þeir eru 8-aldri og hefur flutt einu sinni æfina. Á síðustu 10 árum hafa leigjendur flutt að meðal til 2,4 sinnum. Við erum að tala að þeir eru að flytja kannski 6-7 sinnum að jafnaði á hverjum 10 árum og það rýmar nú alveg við mína stöðu. Ég er búin að vera leigumarkað í tæp 10 ár og ég er búin að flytja 6 sinnum. Þannig að það getur bara ímyndað, ég held að það er gott að fólk svona drægi þetta eins til sín sem hefur kannski búið á sama heimilinu 10, 15, 20, 30, 40, 50 ár að þurfa að taka allt sitt hafurtask. Þú ert bara flótta manneskja í Reykjavík. á reglulega og þú ert með þetta yfirvofandi líka. Þetta er ekki eitthvað sem kemur aftan að þér svona þegar þú ert að njóta samvistum fjölskyldunni. Þetta er yfirvofandi og þú veist aldrei nokkuð tíman hvenær þetta skellur á og hvort þú fáir yfir höfuð annað heimili. Og þetta eru svo mikil áföll sem að koma eins og er núna, það er svo mikil eftirspurn í íbúðir sem eru auglýstar að fólk getur eiginlega ekki tekið áhættuna að fara eða breyta neinu eða því það er ekki víst að fá íbúð. Það er mjög ósennilegt að þú fáir íbúð. Veistu hverju þú ert að lýsa, Guðmundur? Þú ert að lýsa húsnæðisstefnu stjórnvalda? Já. Þetta er það sem þau vilja sjá, hlýtur að vera. Það getur ekki verið að gera þetta blindandi. Nei, og ég get heldur ekki gefið öllu þessu fagfólki sem að vinnur bæði inn í ráðuneytunum og stofnunum ríkisins, kjörnum fulltrúum og alþingi, öllum sveitar og borgarstofnarfulltrúum og embættismönnum hjá sveitarfélagum á landinu. Þetta eru kannski 400-500 mann sem að hverjum einasta degi ræða og fjalla húsnæðismál. Ég taldi þetta saman svona nokkurn veginn og ætli sé ekki með svona rúmlega 2000 ára háskólanum á bakinu, 260-80 daga á ári að vinna við nákvæmlega þetta og búin að vera því í 10 ár. Ég get bara ekki gefið öllu þessu fólki svo mikla kollektífa heimsku eða andvaraleysi að þetta sé eitthvað sem hafi gerst bara óvart. Við getum ekki gert ráð fyrir því. Þetta er stefna stjórnvalda, þau vilja hafa þetta svona. Það er verið að búa til þessi eignatilfærsla sem að varð eins og Ragnar bendir á hérna eftir hrunið. Þetta er yfirstandandi. Þetta er ekki eitthvað sem að er að byrja 2013 eða 17 eða 19 eða COVID sem var vinsælt að taka fyrir og stríði í Úkraínu. Þetta er þróun sem búin að eiga sér stað frá 2011, algjörlega stanslaust og það er ekkert að breytast í þessu og við sjáum bara á embættisverkum allra ráðherra sem hafa farið yfir húsnæðismálum frá hruni. Þau eru öll að þessa lund að ídöndur eignatilfærsluna komi í veg fyrir að leigjendur komast á leigumarkaði og gera tekjulega fólki eða erfiðara fyrir að komast í séreign. Og ég held að þetta sé markmið vegna þess að þessi hugmyndum hreyfanleika vinnuaflsins sem að OECD enda leggur til við aðildarríkin sín að þau komi ekki í veg fyrir hreyfanleika vinnuafl með því að fólk búi í sérregn eða félagslegu regnu húsnæði vegna þess að þessi 2 húsnæðiskostir verða þess valdandi að fólk festir rætur, fjárfestur í samfélaginu sín og ólíklegt til að flytja og OECD leggur til við aðildarríkin að þau hindri ekki þennan hreyfanleika vinnuaflsins með því að bjóða upp á þessu valkosti og ég held bara að ríki og sveitafélög sé að fara eftir þessu. Og allt þetta fólk sem að vinnur við húsnæðismáli og ríkinu og sveitafélögum og stofnunum ríkisins sem þú veist að lýsa áðan að þeirra vinna fer meira og minna í það að fela þessa mynd, að láta þetta líti út eins og stefnan sé allt önnur. Já sko, ég er ekki að segja að það séu allir að reyna að fela þessa mynd. Við erum með nokkra stofnanir sem heyra endar allar undir það ráðuneyti sem að hefur ábyrgð á þessum málum og það eru stofnanir sem að bæði hafa ábyrgð á framfylgd stefnu stjórnvalda í húsnæðismálum og safna svo gögnum, mæla og greina og segja okkur svo frá því hvernig gengur. Þetta er náttúrulega ótrúlega hagsmunir árekstrar að sama stofnunin byrja ábyrgð á framfylgd einhverjar áætlunar og hafið svo líka ábyrgð á því að safna gögnum og segja almenningi og stjórnum frá hvernig gengur. Og þarna er mikill pottur brotin bæði hjá Hagstofunni sem að bara upp á þurru virðist 2016 hætta að mæla meira minna allar svona alvöru hagstærðir á leigumarkaði til dæmis.
og mikið þessu verkefnum fer inn til Húsnæðismannvirkjastofnunar sem hefur trekk, sérstaklega núna síðustu svona 3-4 árin verið að fara fram með bara algjör ósannindi stöðuna bæði á húsnæðismarkaði almennt og sérstaklega á leigumarkaðinum til þess að almenningur áttir sig ekki á því hvers hryllilegt ástand og skrimsli og miskunnarleysi stjórnvöld hafa skapað þessu fólki og það birti svo glögglega í ekki bara framsetningu og uppsetningu í skýrslum, heldur líka ummælum yfirmanna þessar stofnana sem koma ofan í þetta hryllilega ástand og gefa leigursölum og þeir sem að stunda leigurekstur tilefni til þess að fara enn frekar hækkanir með því að segja til dæmis að þessi tilefni og innistæði fyrir hækkunum af því að svo og svo samfylgni hafi slitnað á milli hérna í COVID og að fleiri vilja vera á leigumarka að því hlutfallið að því hækka úr 8% í 11 og kannanir bendi til og kannanir sem eru fara fram bara á íslensku til dæmis og hjá þýðir sem er á skrá hjá okkur í fyrirtækjum til bæ og ég var nú svona að spyrjast fyrir mig að leiðandi í dag hvort einhverjir væri á skrá hjá svona fyrirtækjum sem var að kanna ástandi í samfélaginu og það er bara sára fáir þannig að stjórnvöld hafa bara tekið þá afstöðu að eftirláta fjárfestum og gróðrar svona batteríum varnarlausa leigjendur bara og svo segja almenningi frá og kjörnum fulltrúum og alþingi frá því að þetta sé nú bara í okkur ákveðni jafnvægi og eða orku í því að birta fegraða mynd eins og Ásgeir Brynjar benti á fyrr hvernig fjármálaráðuneytið fjallar stöðu efnahagsmála og stöðu heimilana. Hvernig líst ykkur á þetta, Petar? Ég held að þetta sé nú bara alveg rétt lýsing. Ég held líka að þetta með stefnu stjórnvalda, hún er bara svo augljós. Við erum búin að vera svo lengi. Ég held að sé að hafi verið það getið í rannsóknarskýrslu Alþingis á sín tíma en stærstu hagstjórnarlegu mistökin sem voru gerð í aðdraganda hrunsins var þegar verkamannabústaðakerfið var einkavætt í rauninni. Og þú veist, allir þeir fjármunni sem eru þá til bara við á einni nóttu og kerfið í bókstaflega eyðilagt, það var 11.000 íbúðir sem voru teknar úr sem gerð á þeim tíma. Ef það hefur verið haldið áfram með það kerfið þá væri líklega með 25-27.000 íbúðir í dag. Bara nákvæmlega þá hefðu við verið á þessu þessu lægi og við værum með væntanlega íbúðakerfi sem að myndi stóru hluta þjóna þeim tilgangi sem að upphaflega var ætlaður þessi kerfi að geta búið til aðstæður þar sem væri ódýr mannsamandi leiga í góðu húsnæði þegar að fólk væri annarkvort þyrfti að vera þar eða vildi og væri ekki undir þessum markaðslögmálum. Ég meina það er náttúrulega bara gallinn, það er skelfingin sem að fylgdi þessar einkavæðingu og hafi þeir ævarandi skömm fyrir sem að sem gerði þetta. Ragnar, þetta kemur þér ekkert á vart? Er ekki þetta? Já, ég þekki þetta mjög vel. Ég verið í miklu samskiptum við fólk á leigumarkaði bara margar ára skeið. Ég hótaði einu sinni að taka alla sjóði úr Vaffer hjá Kvikubanka þegar að almenna leigufélagi sem þá hét stemdi á miklar hækkanir umfram vísitölhækkanir á sinn tíma sem var til þess að fólki var boðið lengri tíma samningar og allar hækkanir dregnar tilbaka. Manni blöskraði staðan þá og ég get alveg tekið undir þetta hjá Guðmundi að mér blöskra líka fálæti og tómlæti gagnvart stöðu leigjenda af hálfu stjórnvalda og greiningaraðila líka að þetta er bara eins og segja allir hafa það bara mjög gott út frá meðaltölum eða allir hafa það bara mjög gott að það er ekki vanskil í bankakerfinu að þá er ekkert vandamál í gangi og þú veist þetta er allt svona allir svona málflutningur hann er alltaf bara gríla óábyrgur ég náttúrulega var í samskipti við mikið af þessu fólki sem að lendi síðan í klónum á eigandum Ölmu sem að matafjölskyldunni og einmitt skrifaði dæmi sem þú talaðir á sínum tíma varandi bjargaíbúðuna sem vorum að leigja 165.000
Hún var reyndar auglýst á 375.000 hún var henni búin hún var 375 og svo var lækkun niður 360 held ég nokkrum dögum síðar en hún var með ágætis svona einhverju palli, hún var að jarðhæð hinn var á 3. hæð sem að við leigðum en skiptir ekki öllu máli þetta bara staðan og sem sagt að vera eins og í Bjargi við erum hátt í 3.000 manns á biðlista sem að telja sig komast í gegnum þessa þröngu kríteríu sem þetta Er það 3.000 fjölskyldur? 3.000 kennitölur Já, fjölskyldur sem það býðan. Hvað eru margar íbúður í Bjarg? Við stefnum í að fara í 1000 á þessa ári, rétt tæplega það ef allt gengur upp. Þannig að þetta náttúrulega, við getum byggt miklu hraðar upp ef við fengjum fleiri byggingar af lóðir. Við höfum getur til þess að gera miklu betur og miklu meira við höfum verið að reyna að koma blæverkefnuna stað og það gengur mjög hægt og við höfum unnið mjög vel saman með samhengi í því að reyna að fá lífeyrissjóðuna til þess að koma í fjárfestingu og uppbyggingu húsnæðismarkaði og ef við horfum bara á forgangsröðu ríkisstjórnarinnar að þegar að þurfti að breyta fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða til þess að lífeyrissjóða getur tekið þátt til hlutafjárútboð á Icelandair að þá fóru þær breytingar í gegnum þingi eins og gegnumtrekkur, ég hef talað um þetta mörgu sinnum en þegar að kemur að því að þeir séu notaðir í eitthvað gagnlegt og uppbyggilegt sem að mun veita þeim góða langtíma ávöxtun þá eru allar dyr lokaðar og það barist mjög harkalega gegn því við erum búin að vera árum saman að reyna að liðka fyrir þessu, árum saman en þeir eru ennþá ekki komnir inn á þennan markað eins og allstaðar annar staðar í samanburðurlöndum og Evrópu og víðar. Ef við tökum bara til dæmis fréttirnar frá því í gær að ríkisstjórnin, bæði innviðaráðherra, forsætisráðherra og það er allir að leggjast núna eitt til þess að reyna að koma í veg fyrir að það verði settur loftslags eða kolefnisskattur á flugfélögin. Þá rjúka stjórnvöld til og eru tilbúin til þess að vaða eld og brennistein fyrir einkafyrirtækin en þegar kemur að fólkinu og sko bara augljósum lagabreitingum og bara viðleitni í að taka þátt í svara neyðarástandi og taka þátt í einhverju uppbyggilegu að þá einhvern megin og aðferðirnar eru náttúrulega mjög mismunandi það er búið að tala um fjármálaeftirlitið að það myndi aldrei samþykkja aukna fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða til fjárfestingu húsnæði það er talað um að það er allt skrumskjalt og það er allt gert og þess vegna kannski maður komin á svona mikla endastöð gagnvart stjórnvöldum að því að maður er búin að reyna og kannski miklu meira heldur en góðu hófi gegnir og kannski bara komin á þennan stað sem er bara ekki endapunktur, þetta er bara næsti hluti baráttunar er að rísa upp og nota aðrar aðferðir og þetta er mál sem að má ekkert bíða. Við getum ekkert beðið eftir næstu kjarasamningum eða stjórnvöld chip inn einhver í restina. Það er bara ekki að, það er bara ekki að fara að gerast. Við erum auðvitað að tala þetta grunnþarfir sko. Og það er í þessu auðuga samfélagi sem við lifum í, sem eru auðugt samfélagi, þetta er bara grátlega staða hvernig fyrir komið á leigumarkanum. Og þetta er bara algjörlega hárrétt. Og ég held að sé akkurat þannig að það eru til ýmsar tölur sem eru þá fegraðar og bara út af því hvernig maður hefur þekkt þennan leigumarkað að þá er það alveg rétt. Þegar ungt fólk sem er kannski hjá ættingum og vinu jafnvel eða einhverju vandafólki þegar kemst í leigu þar sem er undir mörkunum og fær það húsaleigubætur það eru þeir samningar, það eru þeir upplýsingar sem eru opinberar en það sem fer upp fyrir það og er ekki húsaleigubætur það er ekki svona boðið upp á þessi gerðuskriðlegu samningur það ekki bara svo mýmur dæmi akkurat það og þetta markaðan hann er svo illa reguleraður og hann er svo illa þetta að hugsa að það er umverulega bara skelfilegt fyrir fólk. Kannski hefur maður aðeins skjóta inn í mitt að þegar maður heyrir sig að greiningar aðalega til dæmis frá HMS halda því fram að leiga hafi hér lækkað þegar í sjálfu sér öll dæmi sem við höfum verið erum bara með í höndunum öll samskipti milli leigusala og leigjenda blasa við einhvern veginn allt
öðrum raunveruleika og þó væri ekki nema til þess að allir samningar sem eru gerðir í dag, ég er nú ekki með prósentuna, það eru 99% eru verðtryggðir, þannig að leiga getur ekki lækkað, við getum engum móti lækkað vegna þess að leigusamningar eru verðtryggðir mánaðarlega, ekki til dæmis á 12 mánaða fresti og eru til skamstíma, þannig að ég ætla bara að leyfa mig líka að nota tækifærið að hrósa ykkur hjá samtökum leigjenda bara fyrir þetta grettistak og þessa frábæru vinnu sem þið hafa verið að vinna. Hún er bara, aðdánaverð og ég er bara svo ótrúlega bara hrifin af því sem þið eru að gera og bara, mér finnst þetta bara ég gæti ekki hrósað eitthvað nægilega mikið en ég vona að þið hafi fundið stuðning frá okkur. Já, við erum bara rétt að byrja. Við erum með frábæra fund á laugardaginn sem var útvarpað hér á Samstöðinni. Þið getið fundið á YouTube rás Samstöðinnar. Já, mér langar aðeins að grípa sem Þórunn var að tala þetta með húsaleigusamningar og hversu kerfið er brogið. Það skiptir ekki máli hvort það er það leið á 200.000 eða 800.000, nei, 400.000 eða 500.000. Það eru tekjutuðina sem segja til hvað húsaleigubætur þú færð. Það er að segja það skiptir leigufjárhæðin ekki neina máli, en það skiptir náttúrulega máli að því leitum til að þú þarft að hafa meiri tekjur til að borga leiguna og leið úr komin upp fyrir ákveðin skerðingumörk sem eru fáránlega lág, að þá sækir ekki húsaleigubætur og þinglúsir ekki samninga og kemur ekki fram í opinberum tölum og þetta eru samninga líka sem er ekki, það er ekki endurnýju samningsupphæðin kannski á samningu síðan 2011. Þeir eru ennþá þarna inn í menginu og hanga þarna inn í tölunum. Þeir eru ekki uppfærðir vísitölu af því að þeir veit ekki hvaða samningar eru uppfærðir og hver er ekki. Þannig að það er eiginlega ekkert rétt við þetta. Við vitum bara það að þessi tala er allt og lág, en samt eins og Ragnar bent á, þá að vera að nota þessa tölu og hún er notuð á COVID-tímanum til þess að segja okkur að húsaleiga hafi lækkað af verðgildi. Ég athuga þetta nú bara. Þetta er á bilinu 0,5 til 1% á ákveðnum tímabilinum frá april 2020. Þetta er alveg rétt, en þarna erum við að tala fyrsta lagi tölur sem er ekki marktækar og svo erum við að tala líka mjög sérstakt tímabil sem 5.500 íbúðir komu inn á leigumarkaðinn og það voru ábyggilega 5 eða 10.000 mann sem fóru landi. Það var mjög sérstakt tímabil, en þetta er tímabil sem að stofnunin er ítrekkað að nota til þess að gefa til kynna að nú sé tilefni fyrir leigusala til þess að hækka húsalegu, þó að raunin sé svo að frá 2011 voru húsalega hækkað 46% umfram verðlag. Þetta tímabil fór meira að segja í skýrslu starfshóps forsætisráðherra húsnæðismál sem átti að fjalla sérstaklega leigumarkaðinn og var notað til þess að réttlæta það að var eiginlega ástæðulaust að ræða leigubremsu eða leiguþak þar sem að leiga var að lækkandi á Íslandi. Já, og svo til dæmis framsetning til dæmis hjá fjármálaráðherra varðandi húsnæðisbyrði. Núna sá ég hvernig húsnæðisbyrði hefur lækkað. Það er nú bara milli 30-40%, ég sem nálægt 40% af þeim sem eru séreign, þeir skulda ekki. Og svo erum við kannski með 30% af fólki á leigumarkaðnum. Þannig við erum með lítið mengi af mjög skuldsettum fólki sem er að reyna að kaupa sér. En við erum náttúrulega með skuldlausa leigjendur þýðum til að þetta mengi það brengla svo mikið að þú tekur bara leigjendur út fyrir sviga og ef þú tækir þessar skuldlausa út fyrir sviga líka þá myndir þetta línuritt líti allt yfir þessu út og það lítur líka allt yfir þessu út fyrir leigjendur. Það konum bara núna með áramóti frá Hagstofunni að 26,9% leigjenda búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað hefur farið hækkandi á meðan að það farið lækkandi í þessu stóra mengi þeir sem eiga á þeim tíma sem húsnæðisverð hefur hækkað sem mest og það hangir saman með þeirri staðreynd að húsnæðisverð á markaðsverð fasteignum það skila sér í íþyngjandi húsnæðiskostnað hjá leigjendur vegna þess að það eru fjárfestar sem eru að kaupa þetta húsnæði og setja á leigumarkaðinn og framselja þessum kostnaði fyrir leigjendur. Það er svolítið skrítið að meðan að markaðsverð á fasteignum kannski tvöfaldast á 2 árum að þá lækkar hlutfall þeirra eiganda með íþyngjandi húsnæðisbyrði en hækkar á leigjendur. En þetta er náttúrulega Bjarni er ekki að tala um þetta Herðu, ágætu
Þetta var svo tilraunina við rauðaborðið að þetta er eiginlega búin að blanda saman en það 3 dagskrárliðum. Þetta var Ásgeir Brynjar byrjaði að tala Ég hef aldrei verið svona lengi við rauðaborðið. Þess vegna held ég verði að slá þannig að við getum ábyggilega að sitja hérna og rætti þetta lengur. Sólar upp ráð. Það verði að gefa ykkur færið. Þetta var kostuleg tilraun að blanda þessu saman því þetta raunverulega allt saman mjög nátengt. Þórarinn, Ragnar og Guðmundur, kæra þakkir. En við erum ekki hætt hérna á rauðaborðinu því að ég ætla að heyra í Helen Ólafsdóttur sem að velta fyrir sér af hverju Ísland að dragast aftur úr hinum Norðurlöndunum fyrir hrun að þá voru við á öllum svona mælikvörðum með jafn gott samfélag og var á Norðurlöndunum. Norðurlöndun ennþá þarna uppi, raða sér í 4-5 efstu sætin en Ísland dottið niður í 22. sæti. Hvernig stendur á því? Eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun, Efling stéttarfélag. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar er hnappur sem segir skráning. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Já, Helen Ólafsdóttir er öryggisráðgjafi hjá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna og hún skrifaði grein á samstöðuna samstöðun.is sem var yfirskriftina af hverju er Ísland á niðurleið. Og Helen er hérna í símanum og ég ætla bara að byrja á því að spyrja þig Helen, ertu velkomin að rauðaborðinu. Af hverju er Ísland á niðurleið? Já, þegar stórt er spurt. Þetta hljómar náttúrulega mjög dramatískt en það er það samt svolítið ef við setjum þetta í samhengi. Ég ætla svona að byrja á því að segja að ég held að það sé ekkert endilega einhver svona yfirsýn yfir það þegar við erum að mæla okkur við önnur lönd, þú veist, sem er náttúrulega, það er náttúrulega mjög mikilvægt að tala um svona innanlands hvað er að gerast, en ég held að það sé mjög mikilvægt að skoða okkur alltaf út frá nágrannalöndunum. Og ég bara fór að kíkja þetta því ég vinn hjá Sameinuðu þjóðunum og ég svolítið hrökk við þegar ég sá á þessum nýja þróunarskala sem er sjálfbæru markmiðin, að þar sé Ísland í 22. sæti og svo eru Norðurlöndin á topp 5 eða topp 4 segi. Og ég fór svona að kíkja aðeins á þróunna, þú veist hvernig þetta hefur verið og ég man alveg eftir því 2007. Þegar við komum og þá var ég líka byrjuð hjá Sameinuðu þjóðunum, segi kannski eitthvað aldurinn á mér, en allavega að þá man ég eftir því að Ísland var að koma alveg rosalega vel út á öllum listum og ég man bara eftir því að Ísland minnst spilt og það aftur voru við öll Norðurlöndin þá 5 saman, alltaf í hóp, efst. Og þar vorum við líka með mesta fjölmiðlafrelsið og við vorum bara vinna alla lista, best í heiminum. Og en svo þess vegna fannst mér þetta svolítið merkilt að við varum allt í einu komin niður í 22 en að öll 4 Norðurlöndin raða sér ennþá efst. Og þá kíkti ég náttúrulega á Transparency International listan og ég fór svona að skoða fjölmiðlafrelsið og áttaði mig náttúrulega því að við erum að hrynja niður þessa lista. Það er náttúrulega ein skýring með spillinguna og ég tek það fram í greininni að það er alveg möguleiki á því að Íslands samfélag sé bara að vakna, að upplýsingaflæðið sé hreinlega betra, að fólk sé farið að gera sér meira grein fyrir því að þessi kerfisbundna fyrirgreiðsla sem svolítið svona í þjóðarsálinu og hefur verið svolítið svona kennd við fjórflokkana, það er alltaf að tala um hrossakaupin og eyrinni og þetta er svona, það er bara fyrirgreiðsla í okkar stjórnmálaflokkum var bara sjálfsagður hlutur og þannig ég held að þetta með spillinguna það sé bara hreinlega verið að fólk sé bara verið að bara meira meðvitaðara ástand mála vegna þess að ef við horfum náttúrulega aftur á þegar allt var einkavætt í fyrstu hrínunni þá erum við náttúrulega komast að því á seinni árum hvernig svo einkavæðing fór fram
Þannig að það sem munurinn samkvæmt þessari kenningu að við höfum alltaf verið spillt en við höfum bara ekki fattað það fyrir eftir hrun, hversu spillt við erum. Já, algjörlega. Ég held að það hefur verið rosaleg vakning 2008 og bara algjörlega klárt mál að fólk, þetta kom held ég rosalega á fólk að þarna var sem sagt eitthvað að gerast sem að enginn hafði séð fyrirfram. Jú, það var búið að spá af mörgum erlendum aðilum einhverju efnahagshruni en við vorum held ég rosalega ómeðvituð sem þjóð. Og annað með fjölmiðlafrelsið, það reyndar líka athyglisvert með fjölmiðlafrelsi. Ég reyndar held sko að það svolítið sláandi að sjá allt í einu blaðamenn vera dregna fyrir lögreglu og ég meina það alveg klart mál að þarna hefur verið. Og það kannski þá að koma í ljósi þess að það þessi vakning og fjölmiðlar eru farnir að fjalla mál sem eru óþægileg, koma við ákveðna aðila sem eru hátt í stjórnskipuninni hjá okkur og kannski þetta þá sem þetta sem fer saman að eftir því sem við verum meðvitaðri og einhverju ákveðni blaðamenn að kofera þessi mál, Panamaskjölin til dæmis, að þá sé að reynda einhvern veginn að stemma stigu við því að fjölmiðlar séu ekki og vakti vera ákveðnum sviðum. En það hefur verið svona trú okkar að við séum meðal Norðurlandaþjóðanna best lukkuðu samfélög í heimi og með fyrir í mannkynssögunni en við erum ekki lengur í þeim hópi samkvæmt þessum listum. Í hvaða hópi eru við þá? Það svolítið merkilegt vegna þess að við erum allt eiginlega vegna þess að við erum, ég sá einmitt bara þetta með að við varum að vinna mest, að væri minnst jafnvægi á milli Íslands og við vorum bara allt í einu með Tyrklandi, þú veist, með það að við vinnum svo, ég reyndar veit ekkert Tyrkland og af hverju þeir vinna svo mikið. En svo annað að í íslenskri menningu, ég held reyndar að við höfum, held ég, alltaf verið mjög vinnusöm þjóð. Og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað, ég veit ekki hvernig sú mæling, ég hef ekki kíkt á það í einu sögulegu samhengi, ég veit bara það að Íslendingar eru hörkuduglegir og vinna mjög mikið og hafa aldrei sett það fyrir sig að vinna, svona, það allt annað attitút í Danmörku, til dæmis varðandi þessi mál og kannski meiri krafa meiri réttindi og slíkt. En hvar erum við? Við erum komin, sko, það mjög skrítið að segja þetta, við erum svona eiginlega að setja okkur svolítið í hóp með kannski löndum eins og Pólandi, Ungverjalandi í sumum málum erum við svona með Spáni, Ítalíu, sumstaðar kemur til dæmis eins og þessum þróunarskala kemur Spán til dæmis hærri en við og Portugal, ef mér minnir rétt. Þannig að við erum svolítið að flúta þarna í sko miðaustur-Evrópu eftir því sem ég svona bara, þú veist, að ég hafi kannað eitthvað fylgnina þar á milli. Þetta algjörlega skjön við svona sjálfsmynd þjóðarinnar sem að við séum ein af Norðurlandaþjóðunum en svo kemur þú og segir nei, við erum það ekki og við erum ekki hluti af Vestur-Evrópu, við erum kannski hluti af Suður-Evrópu en þá austari hluta Suður-Evrópu en kannski líkust nýfrjálsum sovjetlýðöldum í Austur-Evrópu. Já, og svo náttúrulega þetta skala sem ég tek það sem að ég náttúrulega að skoða alveg sérstaklega slæm, við komum mjög illa út, það eflaust að þetta kom með 15 ára skala og sína við séum alveg brjálæðislega góð í einhverju öðru. En hitt sem að ég vildi bæta við, nú til dæmis Danmörk ekki, við erum í 8. sæti yfir það land sem er hæst verga landsframleiðslu á hvern íbúa. Og það mjög hátt. Önnur Norðurlönd fyrir utan Noreg koma held ég eitthvað þarna aðeins fyrir neðan. Þannig við ættum samkvæmt þessu að eiga meiri verðmæti á hvern íbúa til þess að gera meiri hluti fyrir okkar fólk. Og þá vil ég taka fram að við erum ekki nema eitthvað 380.000 manns. Við erum á eyju sem er stútfull af auðlindum. Það bara, sko, þú að fara til Noregs, sem eru kannski þá með olíuna betur stættir en við, en annars ef við bara horfum á Danmörku ekki með neina auðlindir. Samt Danmörk að koma svona rosalega vel út og ég vil bara meina að þetta sé stjórnarfar. Þetta snýst allt saman, snýst heilbrigt stjórnarfar og jöfnuð. Og ef við erum ekki að veita þessu athygli varðandi heilbrigt stjórnarfar sem snýst á í öllum grundvallaratriðum það að koma í veg fyrir spillingu. Og ég vola hrædd að þessi mál sem hafa komið upp núna bara á síðustu árum sem að náttúrulega kemur hérna með hruninu, kemur með Panamaskjölunum, skýrslunum einkavæðinguna, þar sem að þetta opinbera hvernig þessu var staðið,
bara að horfa á söluna á Borgun, þetta, þú veist, mér líður að því ég vinn erlendis í löndum sem eru mjög illa stödd og þar spilling alveg hrikaleg, en ég verð að segja fyrir mitt mál að það sem að gerast á Íslandi, varðandi þessi sem að við myndum kannski kalla fyrirgreiðslu í den, þetta skelfilegt og þú veist, það einhvern veginn manni dettur líka í huga það sé búið að grafa undan svolítið eftirlitsstofnunum. Þú veist, það sem búið að draga undan bara það ekki lengur tennur hjá fjármála eftirlitinu. Allar þessar eftirlitsstofnanir sem ættu, og ég meina dómskerfi búið að vera undir sama stjórnmálaflakki í fleiri ár, þá mjög auðvelt að geta svona smám saman grafið örlítið undan þessum eftirlitsstofnunum, vegna þess að það ekkert eðlilegt að þetta geti komið fyrir. Fólk geti sleppt því að til dæmis að setja í hagsmunaskráningu á þingi. Ég býst við því að þetta væri brottrekstrar atriði annars staðar á Norðurlöndunum. Bara svona, þú veist, með að við hvar menn eru dregnir inn á teppi þar fyrir smáatriði. Það er ekki að segja, úps, þetta var óvart. Nei, lærum af þessu sko og það er þetta með að geta verið involveraður í söluferli á ríkiseignum. Af því eins og ég segi, ég hef unnið dálítið mikið í sambandi við opinbera stjórnsýslu og að bæta opinbera stjórnsýslu og stjórnarfar hjá sérstaklega í sambandi við útboð. Að þá finnst mér þetta bara, þetta slær mér svo hrikalega að þetta myndi bara ekkert ganga sko, ég ætla ekki að nota orðið siðmennta, en í svona þessum ríkjum sem að telja sig hafa gott stjórnarfar. Bara flýgur ekki sko. En Helen, eitt að taka svona einstök dæmi og veikleika eftirlitsstofnana og benda á slíkt. Annað að skoða afstöðu almennings til stjórnvalda og ég held að komi fram í könnunum að Íslendingar hafa mun minna traust til þjóðþingsins heldur en á Norðurlöndunum og bara í næsta nágrenni og þurft að fara bara töluvert langt austur og suður til að finna annað eins og sama á við spillinguna, þannig að við getum deilt hvort að Íslands spillið ekki. Málið það að Íslendingar upplifa sko spillingu stjórnvalda miklu meira heldur en næsta nágrannar okkar og við þurfum að fara tölvört austur og tölvört suður til að finna annað eins. Getur þetta ekki verið vandamál og veikt getu okkar raunverulega til þess að byggja upp gott samfélag þegar allur almenningur ber lítið traust til lýðræðis vettvangsins og stofnana samfélagsins og upplifir að kannski ríkið ekki endilega við, ríkið kannski bara hinir sem kannski munurinn okkur og á Norðurlöndunum finnst manni stundum að sem að mikil sko samstaða með að við séum ríkið og þess vegna eigum við að borga skatta og taka þáttu í byggu ríkisins að meina Íslendingar upplifa svolítið ríkið eins og séu hinir. Já, eða svo líka annað í þessu og það þetta örsamfélag sem við búum í og ég hef tekið eftir því að fólk fer mjög varlega í það að vera með mótmæli og læti vegna þess að við erum svo rosalega tengd. Og ég finn það sjálf að þegar ég að skrifa eitthvað bara svona á Facebook, þá kemur alveg upp í hugan á mér einhverja tengingar við fólk sem að mér kannski líkar ákveðlega við á persónlegum nótum. En ef ég að trassa náttúrulega mjög auðvelt að taka það ekki persónlega ef ég farin að trassa hjá einhvern sérstakann einhvern útveg eitthvað, þú veist, eitthvað. Þannig að ég finn að það ákveðin svona ritskoðun hjá mér og samt ég engan veginn tengd fjárhagslega inn í íslenskt samfélag. Og ég held að það sé svolítið þannig að jú, það eru að vita allir að þetta ekki í lagi. En kannski eru bara þeir flokkar sem ráða hvað mestu búin að koma sér þannig fyrir í gegnum all þessi ár að tengslanetið svo rosalega sterkt. Margir eiga svo mikið undir þessum flokkum, þess að það er bara búið að koma í þannig fyrir, hvort sem það eru verktakar, þú veist, fólk með smáfyrirtæki, það á allt undir, þú veist, ef það fær ekki business frá þessu fólki sem með alla peningana, þá ertu bara, og það alveg vitamál að fólk jaðarsett, bara þegar það styrkir upp á móti kerfinu. Þannig ég held að fólk vita alveg að þetta sé ekki í lagi. Ég held að ég meina það er alveg ljóst að það stærsti flokkurinn á landinu komin núna í annað sæti og það ekki ástæðulausu. Það bara hreinlega út af því að fólk búið að fá sér full. En samt þarna einhver hópur af fólki sem ásamt alla sína svona livelihoods, þú veist, eða sína tilvist undir þessum flokkum komið og ég meina þetta var bara frægt að ef þú varst partur af Framsóknarflokknum og alltaf vitamál að Framsóknarflokkurinn myndi hugsa þig. Það kannski þetta ég held að Hallgrímur Helgason hafi langbest sagt þetta í sambandi við þú þarft að mæta í þessa fermingaveislu.
Þú þarft að mæta og vilt ekki vera ókurteis, og ég sjálf lent í kokteilbúðum þar sem eru kannski einhverja týpur og stjórnkerni sem ég langar bara ekkert sérstaklega til þess að taka í hendina og bara, já. En má það þá vera að þar sem að við erum fá og að við þurfum að finna eiginlega leið til þess að halda upp í gagnrýni umræðu í smáu samfélagi sem allir eru tengdir öllum. Ég kannast vel við þetta sem út að segja, þú nefnir verktaka, við getum líka nefnt leigusala þegar leigjendur eru að benda á óregluverðan leigumarkað og skaðan sem það veldur leigjendum, að það var alltaf eitthvað fólk sem að vil stíga fram og segja að það er nú ekki allir leigusalar slæmir, þannig að við komumst aldrei í því að ræða kerfið, heldur þvælast alltaf einstaklingandi fyrir okkur, eins og við séum að taka afstöðu til siðferðis einstaklinga í staðin fyrir samfélagi sem við eigum á millum okkar. Já, fólk er rosalega. Það er þetta að það tekur allt til sín og alltaf vera að tala það að við erum svolítið pólariseruð og það má aldrei vera með einhverju skynsamlega samræður þessa hluti. Og svo er eitt að nú hef ég aðeins fylgst með þessari grasrót sem að reyna að vekja athygli á spillingu og til dæmis alveg frábær fyrirlestur hjá formanni samtaka leigjenda núna helgina þarna hjá ykkur sem var strengt held ég frá ykkur. Mér finnst svolítið eins og allir þeir sem eru einhvern veginn að reyna að vekja athygli á þessum stóru málum eru einhvern veginn svolítið ítt út í horn sem vandræðasekir. Íslendingar eru svo penir og það má eiginlega ekkert vera með neinn of mikið læti. Það er eiginlega bara kraftaverk að skyldi mæta þjóðin 20.000 manns niður á Austurvöll þegar Panamaskjölin komu En það vantar smá svona frakkan í Íslendingin, þar sem við mætum öll og tökum þátt í því að segja hinga og ekki lengra. En ég vildi bara nefna það að því ég fór svona aðeins út í það að spá í greininni, við erum þarna komin í þetta, við erum að fara niður og niður á þessum listum. Og það er svolítið slæmt að þegar því við einmitt málum okkur út á við sem samfélag sem tilheyrir hinum Norðurlöndunum, jafnaða samfélag, þróað samfélag og það glansmyndin út á við. Ef þú horfir á okkar utanríkispólitík og við viljum svolítið selja þessa fínu, flottu, glansmynd. En á meðan finnst mér mjög skelfilegt og ömurlegt að sjá aukningu á fátækt og að sjá bara hvernig við erum ekki að taka á málum á meðan við eigum í rauninni allar auðlindir og allar burði. Það er svo auðvelt að laga hlutina með svona lítið mengi. En það þarf pólitískan vilja. Og ég bara rétt svo vona. Ég held að það sé smá breytingu. Ég held reyndar að það ný kynslóð. Að með nýjum kynslóðum þá verði alveg gríðarleg breyting í íslenskri pólitík bara á næstu 10 árum. Við höfum eftir að horfa fram á stóra breytingar. Ég held að nýju kynslóðirnar séu sérstaklega sú kynslóð sem hefur ekki efni og mun aldrei hafa efni á að komast af leiðimarkaði eða kaupa sér húsnæði. Það fólk á eftir að setja, held ég, stíga niður og segja hinga ekki lengra. En það fólk er kannski ekki það sem tengt þessum gömlu hugsunarhætti fjórflokkana og bitlingana og hvernig hlutirnir að ganga fyrir sig að þú gerir mig greiða, ég gerir þig greiða í þessu gamla íslenska samfélagi. Ég vona það því að þetta er mjög leiðilegt að sjá hvernig við erum að fara, hvar við erum á þessum listum og ég vildi bara fá meiri umræðu það hvers konar samfélagi við viljum vera, í hvað hópa ætlum við að setja okkur. Já, Ellen, takk fyrir frábæra grein og hvetið þess að skrifa meira á samstöðuna þar sem að þú berð okkur saman við aðra þjóðir. Já, ég gaman að sjá þig og bara ef ég sé eitthvað hræðilegt þá sendi ég það sjálfsögðu inn. Ég les greinina og fæ að bjalla á þig og spjalla við þig í framhaldinu á því. Kæra þakkir í dag. Takk fyrir. Takk fyrir. Og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Já, í umfjöllun okkur kvótakerfið er oft komið fram að þeir sem hafa gagnrýnt kvótakerfið hafi það hefur ekki verið kallað á þá í viðtöl eða til ráða gerða þegar stjórnvöld eru að skipuleggja stefnuna. Meðal annars hefur komið fram að skarpasti gagnrýnandi kvótakerfisins, Jón Kristjánsson fiskifræðingur sem er gagnrýndað frá upphafi að
að það hefur ekki verið talað við hann til dæmis í Ríkisútvarpinu í háa herrastíð. Þetta undur og stórmerki gerðist í dag, í morgun, að Jón Kristjánsson var kallaður fyrir stóru sáttanemdina, auðlindin okkar sem að Svandís Svavarsdóttir heldur úti. Og Jón hingað kominn. Velkomin Jón. Góðan dag. Og til hamingju með þennan áfanga. Já. Fannst þér þetta ekki merkilegt að fá þetta erindi? Jú, ég sagði kannski ekki þetta verið tækifæri lífsmins en það mér finnst alveg komið að því að maður fá að tjá sig og það kom Má ég spyrja einu áður, réttið þú upp hend eða leituðu til þín svona Já, ég ætla að fara í það sko, það var þannig að það kom skýrsla í hálfleik við erum búin að vinna þetta mjög mikið sko stór og þykk skýrsla hvað þeir hefðu fjalla og tillögur þeirra ýmsar tillögur. Ég tók eftir því að það var engin tillaga sem að snerti stjórn fiskveiða, það er að segja ekki kvótakerfi sem slíkt, kvótakerfi afleiðing af stjórninni vegna þess að þessi stjórn því var lofað á sínum tíma að ef við færum nú eftir þessum ráðleggingum vísindamanna þá myndum við veiða hérna 500.000 tonn af þorski á ári stöðugt og skilyrðin þetta ég fann á þeir afneitaði að þeir hafa ekkert lofað því en ég náði blaðagrein frá 75 þar sem að kemur fram í grein frá Hafró að álitið að þorskstofninn geti gefið af sér 500.000 tonn á ári en til þess þarf að minnka sóknina helming og það þarf að vernda smáfisk sem að fá að vaksa og það þarf að almennt að draga úr veiðum á þessu. Þetta var síðan Lúðvík, hann las nú þessa svörtu skýrslu sem kom, þar sem þetta var fyrirskipað og hann tók upp síman og ég þekkti aðstofamannars hann tók upp síman og hringdi nokkur símtur út á land og spurði hvernig gengi og hvernig var ástandið og svo sagði hann þetta setjum við nú bara í körfuna sagði hann þetta bara allt í lagi, við hlustum ekki á svona þetta á sín tíma þá voru þessi rök og við rökin notuð til þess að reka Bretan út það var bara aðal vopni sko ríksútorar og fiskur allan sjófljótandi döður og ég veit ekki en ég sá það í þessari skýrslu var ekkert minnst á þetta það var ekkert mynd á það hvort það gæti verið einhverja aðferðafræðinni Það er svo í skýrslunum sem núna og þar segja þeir til dæmis að þeir sjá ekki til að vera vesinarsnett í Hafró en það þurfa að auka fjárveitingar til þess að geti eld sína rannsóknir mér fannst þetta alveg forkastanlegt og það var ekki talað við einasta gaggrínenda svona þeim stóru nema Artur Bóasson hann kvartaði nú yfir því hann hefði ekki komist að þarna í nefndinni ég benti ráður á það að ég sem aðal gaggrínandi hefði ekkert verið spurður og kallaðu til þessara nefnda það voru á annað 100 viðmælendur til að afla sem viðtakastar þekkingar að ég hefði nú ekki verið kallaður til og alveg sama hvað þeir fyndist það sem ég hef segja þá er það ekki það þeir vissi ekki ignoreruðu mig og sem meira var að síðan voru ýmsir sko greinalisti sem fjallaði málið ítarlegar já, þar var ekki grein sem að hét úttekt á gagnrýni á Hafrannsóknastofnun gerð árið 2002 að beiðni Árna Matthísen vegna þess að þá var ægilegur skellur þeir held að það var hann á árangri ég var nú búin að segja að þetta verður ekki svona stofninn fer niður vegna þess að fiskurinn er að horast þannig að ég dönda sér og ég sagði frá þess að fundi í Rotary Club Reykjavíkur kom þá hvað stundum að flutti erindum lax og silung og svona ýmislegt bara og ég sagði frá þessu þetta myndi ekki fara svona, þetta myndi fara niður þá spruttu upp Kristján Ragnarsson og Þorsteinn Pálsson hundskömmuðu mig fyrir að vera segja svona djöfstellu þetta gengi ekki niður
þráttu aðeins það, ég farið rauk fyrir málu mínu og þetta ekkert svona, þetta í góðum höndum og allt það. Endaði með þess að, heyrðu, ég mæti eftir 3 ár, við slúum ræða þetta þá. Og svo kom ég eftir 3 ár og þurfti að segja einu sinni, I told you so. Gaman að því svolítið. Svo lýsa ég sendi henni erindi það að mér finnst þetta ekki gott og að við gagnrýninu erum beittir þöggun og hvort henni finnst það bara í lagi. Síðan hún svaraði ekki þessu bréfi svo allt í einum að mánuði setna kemur beiðni hvað til mín hvort ég vilji halda erindi fyrir þá, þessa stóru nefnd. Ég sagði náttúrulega já og að koma beint frá því núna. Og ég svona vandi að segja málið á 20 mínútum. Það tími sem þú fékkst. Það tími sem ég fékk sko, svo voru umræður á eftir og ég bara valdi þannig efni og svo bara voru þeir ekkert að stoppa með aðan, ég held áfram. Var skama aðan alveg. Og svo var bara rætt en þarna var sami hluturinn eins og oft hefur komið fyrir þegar ég mæti fyrir annarkort Alþingi eða fiskveiðinefnd eða eitthvað. Þarna voru 2 gæjar frá Hafró, forstjórinn Þorsteinn og einhver annar og mér semur ágætlega við Þorsteinn sko. Þannig að það sé, menn þetta ágætt piltur og þó að þessi með ólíka afstöðu til fiskveiðistofnunar. Hann var náttúrulega spurður fyrstur og þessir haframenn, þeir voru náttúrulega algjörlega ósammála þessu. Það væri ekki svona eins og ég segi, það voru svona að finna ýmislegt að og það var alveg greinileg skildur sko, það hefði bara breyst skil, ég sagði það að eftir að kvótakerfið tekið upp þá minnkar nýliðunin. Já, vegna þess að þá að fara að takmarka veiðar á fiski niður upp í 20%, skilur og þá ekki tekið úr stofnunum eins og þarf að taka til þess að halda honum gangandi í fullri funksjón, sko. Já, þá bara oflítil fæða fyrir þá fiskar sem eru. Já, og þá kemur ekki ungvið, það ekki pláss fyrir það. Það ekki hvorki fæði, niður pláss. Þannig að það vex ekki eða jafnvel að þorskurinn étur það? Það stigsmunur, það frá 220 nýliðum á ári niður í 130. Og hann svaraði því nú til að það hefði breyst eitthvað í sjónum sem gerði það að nýliðun hefur verið miklu meiri á. Hann vildi ekki tengja það við veiðarnar. En ég tengdi við það vegna þess að það veitt og lítið. Svo sýndi ég nú fram á það líka að eina þeirra kennisetningum að stækka hrygningarstofninn til þess að fá meiri nýliðun, meiri fisk og meiri afla. Ég sýndi nú fram á það að hrygningarstofninn síðan 2005 hefur farið gríðarlega stækkandi. Hann stærri en hann hefur verið í sögunni nokkur tíman á þess að nýliðun breytist. Þannig að nýliðun ræðst að fæðunni í sjónum ekki fjölda mæðrana á legudild. Þetta hefur ekki staðist, þetta loforð, en þeir segja oft sko, já þetta gæti nú verið tilvílun eða eitthvað, þeir skilji ekki samhengi. Svo ég var að grípa meiri gögn svo frá Færeyjum og Írlandi, þar sem að ég sýni fram á það að þegar stofnin stór, þá eru foreldrar þeirra fáir. Foreldrar litlu göngunar stóra gangan. Og þessi litla ganga gerir svo stóra gangu. Þetta náttúrulega augljóst hverju manni, þar að segja. Þetta ekki augljóst, þegar þú segir þetta, þá útskýrðu það betur að þegar það eru fáir foreldrar, að þá kemur upp stór barnahópur, að þegar eru margir foreldrar, að þá kemur upp lítill barnahópur. Já, af því að það maturinn. Þegar eru fáir foreldrar, þá stofnin lítill og fæða í yfirmagni. Þannig að fleiri... Ungarnir koma í gott matarfat. Og fleiri komast á legg frá hverjum foreldrar. Já, og það vantar fisk í stofnin, ekki satt? Það er atvinna, þegar eru margir þá atvinnuleysi. Þannig að þetta bara svo, sko þetta ekki skoðun mín, þetta bara staðreynd. Já, og þér finnst þetta augljóst, en Hafrannsóknastofnun hefur ekki fundist þetta augljóst í meira 40 ár. Nei. Ég held að það fyrir að vera 50 ár. Svo annað sem kom upp líka, sem ég var nú að gagnrýna við á, að
Íslandi þeir segja, meðalþing 3 ára þorsks X. Hvaða 3 ára þorsk? Meðaltal allra þorska í landinu. Eða sem veiðast í rallinu. Ég hef búin að hins vegar sjá það og gera það sjálfur athugunar á því. Það allt annar vöxtur og þorsk í Tálknafirði heldur en hann í Arnarfirði. Vegna þess að það eru fæðiskilurinn sem skapa stærðina. Og býtu, svo steipa eins og öllu saman. Þetta alveg eins og þetta fræga meðaltal að setja með fótinn í 40 gráðum og hitt í 12 gráðum og hafa meðaltali helvíti gott. Nú skal ég ekki banki. Já, skilur mig. Já. Þetta augljóst eða hverju manni, en einhvern veginn eru þeir komni með það inn í höfuð. Þetta sé ekki svona, þetta sé flóknara. Þeir eru að einfalda þetta, ég myndi frekar segja það. Já, ef þeir taka ekki tilliti til þess að séu staðbundnir stofnar. Þú voru aðtöðu, þetta svo stórt og svo kom svo mikill fiskur frá Grænlandi þá en ekki núna og svona ýmislegt. Þá sagði ég, þá var eiginlega mitt svar við því. Ég hef haft í lána að fagna að vera búin að rannsaka kannski 100 vötn. Það er 40 vötn í Noregi. Og ég er búin að fara í sjóin, ég er búin að fara í þorskin, ég er búin að fara í laxin í Skotlandi og svo framins út allt. Og þá þegar maður að skoða 40 vötn þar sem ástand fisksins mismundur. Sumstar eru stórir og bragðgóði fiskar, annars það eru litli kvikindi og svo eru kannski vötn sem eru með urriða eingöngu, svo eru vötn með bleikju urriða, svo bleikju eingöngu eða bleikju urriða og hotsili. Allar kombinasjónir af ýmsu sem kemur upp. Og það yfirleitt í þessum vötnum sem ég hef verið að vinna í, þá ekkert veitt að gagninu með einhverju stöngu eða eitthvað þessum. Þannig að það engin áhrif á stofnin og þú kemur ekkert og segir, hvað er þessi fiskur sem var hérna í fyrir? Hann var örugglega ekki veiddur, hann bara drafst. Og þá voru að fara að skilja það og skýra það út frá mismundi. Þannig fær maður reynslu. Og líffræðin alveg eins hvort hún í söltu vatni eða fersku vatni eða bara upp á jörðinni, grassi eða kindum eða hvað svo vilt. Þannig að ég alveg sallarólegur í þessu. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir halda sér bara eins allstar. Svo sagði það, já, það náttúrulega þarna veittist lítið að þorskið þarna og hann var horar á þessum árum 82 og 3 sko. Það var vegna þess að vantaði loðluna og hans aðal fæðu. Já, sagði, það getur vel hann var búin að éta það svona hlutir. Þá hefði lausnin verið svo að veiða meira það hefði verið fyrir að draga úr veiði og áður en þetta var. Norrmennirnir hafa núna þá filosófíu, þeir brendu sig á þessu að veiðin fór niður í ekki neitt, selurinn flúði í land, svartfuglinn dó og selurinn gerði innvasjón af fæðuskorti af því þeir ætlaði að geyma fiskinn, drógu sókninni, útlendingar drúð. Eftir það tókuður upp þá stefnu að veiða það mikið að hefði ekki áhrif á fæðuna og hafa það enn að það verður að veiða eins og Starri sagði í Garði. Verður að veiða og þá eru þeir með þannig þrýsti. Þeir eru að veiða 1.000.000 tonn af þorski eins og ég gerði áður til þess að hann gangi ekki á loðnustofni meðal annars. En þetta eina þjóðin. Svo fór ég verið það að allstaðar í kringum okkur gerist það sama. Ég varaði þá við í Eystrasalti að fiskurinn farin að vaksa hægar og eða ætla að fara að draga úr veiðum og stækka möskvann, þá endar það með skelfingu til langra framtíðar. Ég ráðleika ykkur að gera þetta ekki. Ég skrifaði 4 skýrslur til það. Svo eru þau aldrei. Nú Eystrasalti búið að loka í 2 ár fyrir öllum veiðum. Og víst hvernig það jafna sig? Já, það jafna sig ekki fyrir að fara að rífa í og taka í og veiða. En þá er engin, sko, En þú getur ekki lagt það til miðað við rökin sem á bakvið núverandi stefnu. Nei. Þú getur ekki lagt það til að séu ekki veiði þegar þau fáir og miklu fiskar. Þeir vildi ekki hlusta. Þeir vildi ekki hlusta á þessa ráðleggingu að þið verði, ef að fiskurinn horast, þá verði það auka veiðarnar, alveg sama hvað ykkur finnst. Þetta bara náttúrlögumál, ekki satt? Þú getur ekki friða sveltandi fisk. Nei, og ekki geymt hann í hafinu. Nei. Og sótt hann þegar hann er orðin stór og feitur. Fangarnir í Belsen hefðu haft meira, hefðu slátra helmingum á þau með sömu matagjöf. Nei, þetta nú ljótt, en þetta allstaðar í dýraríkjum. Ok, Jón, frá upphafi hefur þú gagnrýnt þessa stefnu. Já. En allan tíman hefur hún verið rekin og ástæða fyrir því að þú segir að það hafi verið lítið talað
raunverulega fiskveiðistjórnina sjálfa, meira kvótakerfið og réttlæti innan þess og ólíkar aðferðir og aflagjöld og alls konar dóttir. Ástæðan fyrir að lítið rætt akkurat þetta að stefna Hafrannsóknastofnunar í fiskveiðistjórn óumdeild á Íslandi. Það er best available science. Já, og það segja allir. Þú getur hlustað á stjórnmálamenn og alls konar flokkum. Það að við erum að deila kvótakerfið og svona, en hins vegar hefur það reynst okkur vel sem fiskveiðistjórnarkerfið. Þú kannast þetta. Hvernig verður við þegar fólk segir þetta eins og almennt tíðindi? Ég er bara vanur, ég segi þeim annað. Þú upplifir þetta er bara algjörlega ránt. Kerfið hefur ekki reynst okkur vel sem fiskveiðistjórnarkerfið. Og það að endurskoða ekki kerfið er refsivert. Þú sér að þegar byrja á tilrauninni þá er 6 ára þorskur, hann er 5 kíló, hvort það er 5 4 mánuð setna þá er hann 4 kíló. Stærsti fiskurinn hóraðist mest. Af hverju? Af því að hann þarf mest. Og svo þegar gerist það að þeir ákveða friða, sem sagt þeir ákveða bæta 2 árgangum við í stofnin í uppeldiskerfinu, eins og kjúklingabóndin sem ekki slátra alveg strax og kaupa nýja unga þegar hinn eru hálfvaxnir. Þetta er svona svipað. Að þeir ákveða að og forsendan fyrir aukningu í stofnstæðar hlýtur að vera svo að fæðan sig í yfirmagni. Og síðan gerist það á nokkurum árum að aflinn fer vaxandi að því að þessi fiskur sem var svo friður, fyrst fer hann að banka á dyrnar til að láta veiða sig, að segja hún fjölgar og síðan fer aflinn vex og hann vex í 460.000 tonn 81. Hann hraðfellur svo í 300.000 tonn 2 ára setna. Það er helmingun. Það þótti algjört skandal og þurfti að grípa til örþrifaráða. Það var túlkað sem ofveiði. Ég sagði strax, þetta er ekki ofveiði að fiskurinn hórast. Núna erum við í 200.000 tonn. Minna heldur en þótti algjört skandal og hafði aldrei skeð í sögunni. Og menn mæta og réttlæta það með einhverjum hætti. Já, í staðinn fyrir, ég sagði það þarna, þegar að maður sér svona að árangur tilraunarinnar var neikvæður, hvað gerir maður þá? Maður endurhugsa dæmið. Það var ekki gert, það var bara fundið frekar rök fyrir að halda áfram. Og svo haldið áfram, þá kemur nýr skellur og þá heldur ekkert gert og haldið áfram og enn haldið áfram. 40 árum síðar. Og svo eitt sem gert, Jón. Það að við hættum bara að hlusta á gagnrýnendunar. Að þá meiri sátt kerfið. Já, og öllu svara með þögninni og ég vissi það að forstjórinn á sínum tíma, hann hringdi í ákveðið blað sem hafði spurt mig og ég hafði svarað. Akkur eru það að tala við þennan mann? Spurða blaðamennina. Það að hræða þá, það að hringi í þá. Einn gagnrýndi háskólan, Einar Árnason fyrir það að vera með stofnstarði í Humri held ég með 3 aukastöðum. Það var tölfræðilega, bara var þetta kjánalegt að vera að gera svona. Og Jakob fór upp í háskóla og skammaði rektor og rektor sagði, já þetta nú hans skoðun en ekki skólans. Svona þetta búið að ganga allan tíman. Þegar ég fyrir til útlanda þá ég fann að fara huldu höfði vegna þess að það var alltaf búið að sega á mig alls konar fólki úr systurstofnunum Hafró og vara við mér. En svo ef við færum yfir söguna ég hef búin að þóla þetta annir, það alltaf leið. En ef við færum yfir söguna og færum bara næstu 50 ára aftur í tíman þá Hafrannsóknastofnun ekki eitthvað til og heldur því fram að niðurstaðan verið þessi. Þú segir nei, hún verður þessi og þú reyndist þá rétt fyrir þér. Og svo getum við bara labbað í gegnum alla þessa sögu og meir og minna saga þessi. Hafrannsóknastofnun sagt, nú gripum við til þessar aðgerða og niðurstaðan verður þessi. Og þú segir nei, hún verður þessi og þú reyndist þá rétt fyrir þér. En samt
Engin fólk ára að komi. Nei, og eitt náttúrulega þinn heiður og meðferðin á þér og svona, annað náttúrulega meðferðin á þjóðinni og fiskistofnunum sem að hún á. Þessi stefna hefur kannski leitt til þess að það vantar. Það verður svo fáránlega tölur ef við myndum reikna þetta. Við vorum að tala þúsundir milljarða á 40 árum sem hefur glatast farið í byggðir landsins af einhverju þrákelkni. Já. Og svo fer mér að spá í það, hver stjórnar þessu? Hver græðir, það alltaf góð spurning. Já, ég veit ekki hverju græðir, en hver stjórnar þessu? Það er það ekki djúpuríkið? Ég veit ekki, það er stórútgerðin, græðir stórútgerðin á þessu. Nei, sko, ekki bara það, hún stjórnar lokalt, en hver stjórnar þá henni? Það er þannig, það er svo skrítið, takt eftir því, að hér kemur fiskveiðir ágjöf hjá Hafró, þeir komast að þessu svona, það er niðurskurður upp á X-tón og hama veiða svona sem að, já, og við erum búin að senda þetta til Kaupmannahafnar og þeir eru búin að stimpla þetta. Þú verður að senda niðurstöðu þínar sem vísindamann, sem vísindastofnar til Kaupmannahafnar til þess að þeir gúteri vinnuðina þeirra. Hvað er þetta? Miðstýring. Þetta er stýring, þetta er stjórnun utanfrá. Svona gildir allar þjóðir. Það einu þjóðirnar sem að hafa ekki skitið þetta. Það eru Normenn og Rússar. Þannig að vandamálið er ekki stórútgerðin, þóttum sé vandamál lokalt. Heldur er vandamálið það að vísindasamfélag fiskifræðinga í heiminum hafa sætst á þessa stefnu sem að þú telur við ranga. Og vofaðu þeir að hafa aðra skoðanir, þá fá þeir ekki verkefni. Ég veit þetta bara. Og það er svolítið merkilegt að við vorum í Danmörku að kynna færiska kerfi, ég og ráðherrann. Og þar kemur einn toppur í ISIS á fundin. Og hann ISIS er ekki hryðjuverkasamtökin? Jú, það er sko ekki hryðjuverk, ég segi, það er þetta central organ sem er kostað Evrópusambandinu. Fiskistjórnunar. Já, fiskistjórnunar átt að vera sko. Því að var í fréttum hér ríki ISIS í Sýrlandi árum áður. Það er ISIS. En sko, já, þeir stjórna þessu og eru með þessa hugmyndafræði og það var miklu þægilega að drekka ölið með þeim að vera ekkert á móti þeim. Í Kaupmannahöfn, fara 2-3 ári í Kaupmannahöfn. Og hann hjólar í mig og segir, í djöfusins vitleysaður í þetta er ekkert svona hjá okkur og þú ætti nú bara að koma á fund hjá okkur og við getum rætt þessi máli. Ég sagði, nei, það er ekki hægt. Það er alveg vonlaust að ég fara á fund einn á móti öllum. Ég veit alveg hvernig það fer og ég hef reynslu af því og ég vissi það að áður fyrir að það var einn norsku vinur minn sem var að spyrja spurning og þá var að spyrja, hver er þessi maður hérna? Hvaðan kemur hann? Og þessi maður, hann sagði að þetta væri vitleysa, ég sagði, þetta er bara reynslan, þetta er svona og þetta er mín skoðun og ég tók hann bara í gegn fyrir að vera þessum, ég svaraði hann fullum hálsett og svolítið skemmtilegt að koma í BT og svo förum við Jörgen ári setna niður til Brussel til fiskveiðinefndar EB og fórum þar að segja frá færeyska kerfinu inn í sal, stóra salnum með 20 litlum herbyggjum þar sem að þýðendurnir eru uppi sko þýði yfir á sín mál þá sé ég þessi maður sem að hafi hjólaði í mig þarna í Hirsals hann kemur undirnar og stillir sér upp og fer þarna eiginlega á aftasta bekk og er þar með hann að við erum að tala Sigurjón Þórðarsson var með mig líka og svo þegar við erum búin þá fer hann fram hann heilsaði mér ekki hann var að njóstna hvað eru þeir að segja þetta er svona Herðu, en svo að ég skilji þetta sem venjulegur maður upp á landi Nei, ekkert venjulegur, já Ef að það er þannig að stórstofn hann horast og þess vegna verðum við að veiða en ef að við veiðum ekki áður en að við komum, mannskepnan að þá var einhver sem að lifði á þorskinum ætti þá ekki að vera blómlegt líf þeirra sem að lifði á þorskinum sem að lifa einhverja góðsa tíma og þeir geta bara veitt eins og vilja Náttúran er ekki alveg svona Nó. Sko ef við læst annála
þá séu það hörmungar fiskveiði ár við Faxaflóa en fínt fyrir norðan. Það var bara hungursneið hér. Það líka 2 ár, svo allt í hennu mjög gott fiskveiði ár en fyrir austan var lélegt og svo kom kannski gott allt land, lélegt hér og lélegt þar. Fiskstofnin var undir engu áræti frá manninum. Hann var undir bara sínu áræti og þó það væri enginn að éta hann, þá ertu með þessar stofnsveiflur sem eru innbyggðar. Það er að segja fiski og setur fisk út í vatn sem ekkert í, þá séu það hvernig stofnin stækkar og svo stoppar hann. Vegna þess að það er ekki matur. Hann stoppar að stækka. Svo kemur þetta af einhverjum ástæðum, hvort það er samkeppni og allt þetta eða að hætta að koma ungar, þá hrynur hann hverfur. Og hann gerir þetta alveg óháð því hvort þeir að veiða ekki eða éta. Og það þarf ekki að vera svona predator eins og við þarna fyrir ofan. Nei, það þarf ekki að vera það. En hann fer að sveiflast svona og stundum er mikið og stundum er lítið. Síðan kemur þetta með inngrip okkar. Akkur er ekki sveiflur í fjárstofninum? Akkur er alltaf sami fjölda kindum á sama bæ og sami lambi sem við selja? Það er vegna þess að eina ráði til að draga úr sveiflum í náttúrunni þarf að slátra. Halda stofninum jafn stórum og gera það manúelt. Færeyingar gerir þetta öðruvísi. Þeir eru með ítölu í Beitarlandið. Það er aldrei sett inn kind á þess að drepa aðra. Það er alltaf sami fjöldin, þeir eru búin að finna út hvað fjallið þolir. Sem við höfum ekki gert reyndar. Hér árið var Tóri Jensen að kaupa fé og hann seldi til Skotlands lifandi. Hér átti að koma skip og hann búin að gera klárt og gemdi féð upp í Leirásveit. Þú veist hvað það er? Það er hann að milli í KFM og hann dótið. Síðan villist skipið, kemur ekki og svo er sendt held ég annað skip og hvort það strandaði nema það var gríðalegu dráttur að taka þetta lifandi féð. Féð komst ekki neitt en það hóraðist niður og drafst mikið að því og var ósölu hæf vara vegna þess að það kláraði grasi sem því var beitt. Það hafði ekki mat og þá fer allt í fjandans. Þannig er þetta gildir ju allstar, þú veist það sjálfur. Sjáðu fangan í Þýskalandi. Herðu, þetta hljómar allt augljóst og sagan er ekki góð, alveg sama hvað stjórnmálafólkið og Hafrannsóknastofnun reynir að segja að tilraunin með að stýra fiskveiðum með þessu kerfi mistókst. Það tókst ekki að byggja þorskstofninn upp í 500.000 tonn og halda hann það stöðugt, þvert á móti, þá minnkaði hann og er komin niður í það sem var talið vera neyðarástand á því. Já, og fór tvisvar niður í 140.000 tonn. Og í umræðinni til þess að sætta okkur við þetta, að þá er annars verið bara þaggaðir þeir sem að gagnrýna og svo þeir sem að viðhalda kerfinu bara finna ný rök fyrir að staðan sé góð, sama hversu slæmun er. Og þetta þekkjum við bara í gegnum mangi svona mörgum ástæðum. En þá komum við að deginum í dag að loksins að þá fær gagnrýnandinn 20 mínútur til þess að leiðrétta þetta og þá vil ég spyrja þig, hefur þú trúað því að þú hafir sveikt stefnu þessar nefndar í dag? Ég veit það ekki ég veit það ekki en ég fekk algjöran frið til þess að tala og ég var komin kannski á tíma en átti svolítið eftir og það var enginn sem fann að því að ég færi aðeins yfir tíman og það var allir með eyru og augu opin og fannst þetta interessant fyrirlestur og ég fekk margar spurningar fyrst frá Hafró þeir voru nú að gagnrýna þetta væri nú ekki rétt og þetta væri ekki svona í Færeyjum, þetta væri ekki svona Grænland og allt þetta en Við fengja trúverðuleikan með því að benda á einhver ekki smáatrið en svona minni atrið inn í þessu til að kasta rýrið á heildina. Sem voru ekki eins og niður rétt. Nei, við þekkjum þetta úr umræðinni. Já, bara búið til. Og svo, en allir aðrir voru mjög áhugasamir og spurðu vitrættan spurninga eins og hver eru áhrif veiða að færa á botn og svona. Ég sagði þá fór ég þetta, það er mismunandi ástandi hverjum firði, í fjörðum það sem er ekkert veitt, það er bara smáfiskur, sjá Hvammsfjörð, þetta er ekki fiskurinn í Hvammsfjörði, það er bara aldrei veitt þar.
og ég fekk mjög fína spurningar og menn virtust bara ánæðir. En þetta meginatriði sem að fiskveiðistjórnunarkerfi væri í grunninn rangt, síðan þegar þau verða að spyrja veiðafæri og hvernig þau fari í botnum, þá að tala annað. Það sem merkilegt við þetta, Jón, að það sem að þú ert að gagnrýna kerfið á, það eru svo stórir hagsmunir að við eiginlega getum ekki ímynda okkur það eru svo stórir. Auðvitað eru miklir hagsmunir í ólíkum veiðafærum og smábátar og strandveiði á móti tógurum og þetta er og byggðirnar og þetta er allt miklir hagsmunir. En í samanburði við tækjum hvert einstakt atriði af þeim, að þá er það sem að þú ert að gagnrýna, sem er að segja það að við getum sótt 1000 milljarða meira í þessa stofna. Það er bara svo stórt. Já, ég veit að það er stórt. Upplifur það á fundunum að fólk hafi áttað sig á því að þarna var eiginlega, ættum við ekki að vera að ræða neitt nema það sem Jón er að segja, svo ákveðu hitt bara seinna. Því að margt af því sem við erum að deilum núna, út af því að við erum með svo fá að fiska, margt af því getur bara hreint og mynd leist ef að við myndum fara að ráðleggingu Jóns. Já, ég er alveg klár á því, en það kom ekki, menn er ekki farin að átta sig á þessu, held ég. Af því að til þess að skýra vittlisuna, þá var alltaf fundið upp eitthvað alls konar dót, eins og að trollin sé orðið svo þung og æðilegi botnin. Nefndu það bara, það er alls konar afsakanir sem eru búin að vera til þess að leiðrétta eða til þess að verja það að þetta hafi ekki tekist. En grundvallar forsendan, hún virðist ekki fá að koma inn því að á fundinum og undan mér hafa verið að ræða hvort þetta vera uppboð eða hvort það væri svona margir taka miljard þarna eða eitthvað svona í sambandi við þessi leigugjöld af auðlindinni. Þeir geta að tala endalaust um það. Lausnin á því er svo sára einföld að menn hljóta bara fari hoppi yfir og sjá hann aldrei. Ef menn vilja taka gjald af útgerðinni, ég sagði það við þá taki ég bara gjald af lönduðum fiski, bara borgar x krónu fyrir kíló sem það landar. Það er alveg eins og þú borgar virðisauka? Veistu hvað svarið var við þessu? Nei, hvað er það? Já, en það verður að taka tillit til afkomuna. Þá segi ég, heyrðu, það pínir menn í það að vera með bókalsbrellur. Og tap þarna, kaupa tapið einhvern djöfulinn, það hlýtur að vera sanngjarnt fyrir alla, hver einasti maður eins og fiskkaupmaðurinn, hann borgi greiði af því sem hann tekur. Það er bara eins og virðisauki, það er bara borgargjald, ég er ekki að segja sama 24%, en ég er bara á sama tíma og hérna þú landar, þá borgar þetta gjald. Já, bóndinn segir mér, ef þú kemur og tekur upp róum, þá tekur upp 2 póka, þá fær þú 1 póki viðbót, sjálfur. Ekki segja, það verður að borga það sem upp kemur strax en ekki borga eftir bókaldi, en bókaldi sýnir bara tap og það borgar ekki neitt og það leiðir til svona hluta ég er ekki að segja þetta sem gerir. Kannski ég ætlum ekki rétti maður til að spyrja um það, en af hverju heldurðu að samfélagið vilji eiginlega síst ræða kvótakerfið og fiskveiðistjórnarkerfið út frá þessu sem þú ert að benda? Af því að þú, eins og ég var að vísa í áðan, að það var oft látið eins og það sé óumdeilt að fiskveiðikerfið sé gott. Svo að kvótakerfið getur það heitir ýmsum nöfnum, þetta heitir sjálfbærni, fara vel með og láta náttúruna njóta vafans. Við mig er sagt, þú vilt bara drepa og drepa. Það er ljótt, ekki sagt. Það veit ekki. En þetta heitir ekki að drepa, þetta heitir að nýta stofnin. Akkur bændur að drepa allt fésitt, þetta er djögulegt. Eða kjúklingabætur eða hvað vilt. Það er bara einhvern veginn prentað inn í fólki. Það er að setja allt inn. Ef þú spyrð Íslendingu hvort það er áhyggjur af súrnun sjávar, þá svara 60% já, mjög mikla. Það er búið að segja þetta svo oft. En hann er ekki að súrna. Hann er ekki að súrna. Nei, og sama loftslagsbreytingar. En súrnun sjávar er hluti af þessari hálfleiksskýrslu. Hann er ekki að súrna. Og það er verið að auka fjármagn í rannsókn og súrnun sjávar og verið að undirbúa aðgerðir vegna súrnunar sjávar og það er alls konar verið að gera út af súrnun sjávar. Já, og svo segir, ég segi, heyrðu, á 100 árum á hann að hækka 0,1 pH-stig. Hann er basískur núna, ekki súr, og hækka svona, já, við vitum ekki hvað svona litla breytingar hafa mikil áhrif. Þá segir, heyrðu,
Við erum með hérna Elliðavatn, þar sýrustig 7 á veturnar, en það fyrir upp í 10 á sumrin. Það mörg þúsundfalt þetta sem að þeir eru að tala. Það er engin áhrif á neitt. Jæja, það bara... En ég ennþá velta fyrir mér, af hverju sko samfélagið ræðir ekki, það af því að okkur finnst það bara skynsamlegt að til þess að venda stofnin, að þá veiðum við minna. Já. Það er bara brjóstvitið. Já. Menn halda það að segja það í rjúpunni. Rjúpa sem þú drepar á haustin, hún verpir ekki að vori. Nei. Það alveg rétt. Það margar aðra sem að sjá þetta bara. Það svo ríkt í fólki, svo auðvelt að fá allir að skilja það. Ef þú drepur ekki dýrið, þá ertu ekki að ganga á stofni. Það ekki þannig? Nei. Það bara ekki þannig. Sjáðu svínin í Evrópu. Það var villisvín og hvort það, ég man ekki hvað það var, en sagan góð að það alltaf aukast veiði á villisvínum. Þeim alltaf að fjölga. Það vegna þess að stofninum haldið í yfirmagni fæðu. Og í gildurnar eru ekki lengur með 6 grísi, heldur 10. Akkurru að það meiri matur. Með því að skjóta þá eykur fæðin á hinum og pródúksjónin eykst. Og það ættum við að gera við fiskistofnuna. Refurinn í Noregi, hann sveiflaðist mjög mikið eins og rjúpan, upp og niður. Svo að fara að skjóta mikið ref og borga fyrir það, þá var stofnin alltaf eins. Herðu, ef við færum að veiðir ágjöf Jóns, hvað mættum við veiða á þorski á þessu ári? Við mættum veiða bara allt sem við getum, held ég. Og hvað heldur það yrði? Ég get ekki svarað þér því vegna þess að flotin hefur minkað svo mikið. En allavega 100.000 tonn í viðbót, við erum með rosalega öflug skip. En ég hef nú viljað byrja á því að lofa þeim bara að halda þessum kvóta sínu. Þeir eru ánægð með hann í dag, ekki satt? Jú, þeir verja hann. Og svo bætum við öllum hinnum. Þeir fögnuðu þessari hálfleiksskýrslu af því að það væri raunverulega staðfestíkað og kvótakerfi væri besta kerfi í heimi. Já, við megum ekki tala svona endalaust, þú veist það sjálfur. En ég myndi byrja á því til dæmis að þú getur ekki láta að éta heila spægipils í einu, þú lætur að éta einu og eina sneið. Og við skulum bara segja, gefa trillum við að frjálsar, byrja á því, á fjölgatrillum. Síðan gefa landróðrabátum frjálsar hendur. Svona klassískum vertíðabátum. Já, og svo framvegis. Og leyfa grásleppgöllunum að taka þorskin í land sem þeir fá, þá myndi fyrir að draga á hverjum degi og setja fínan fisk í land og utan kvóta og allt þetta. Í staðin fyrir draga þeir að 3-4 daga fresti og þá er fiskurinn álítur í netum. En þeir með samt ekki koma með hann og þeir með samt ekki hendur. Hugsaður að það kemur fiskur í netjóður og hann étinn að marflóa 3 dögum og mátt ekki hendur hann. Þetta myndi breyta sjávarbyggðunum í Íslandi ef þetta gríðarlega bara þetta litla. Það myndi bara kveikna líf í öllum höfnum. Sko ekki bara það myndi kveikna líf í öllum höfnum og síðan bara hvað strandveiðikerfi sem mjög lítið gerir og túrismi í samband við sjóstákaveður en þeir þurfa að kaupa sér kvóta og það myndi leysa annað, myndi leysa umferðarvandamál í Reykjavík. Fólk myndi flytja. Út á land? Já. Akkur? Það gaman að vera og gott að vinna og að gera, ekki satt? Það fólki flutti í bæinn af því að fiskveiði fiskveiði ítti undir fólksflutninga landsbyrni til Reykjavíkur. Já, þá nú einn með góðum að segja mér hvort það veri ekki bara hægt að sækja, fara í mál og sækja skaðabætur vegna þess að þetta var valdbeiting á landsmenn. Þeir þurftu að missa atvinnu sína, mátt ekki stundana, húsin urðu verðurlaus. Þau báðu ekki þetta. Nei. Hópmáls og þingeyringa gegn ríkinu fyrir að hafa eyðilagt þingeyri sem samfélag sem náttúrulega eitt af þessum sem að fengu mikið högg og liggja sem litið enn þingeyri. Sem Bakkafjörð. Bakkafjörður. Röðröfn. Þetta gasalegt.
Það er ágætt að tala á þessum nótum til þess að fólk átti sig á því að við erum að tala sko gríðarlega hagsmuni. Já. Þetta er líklega, þetta er með stæðstu málum í seinni tíma Íslandssögu. Já. Þessar ákvarðanir. Já. Og ekki, virðist ekki vera nokkulega brotið sig. Ég hef þó vonir það að þetta inngrip mitt í dag, það var þó minnst að skref í hreináttana, menn neyðaslega svo. Ég sagði þeim það, ef ykkur vantar aðstoð, ég er tilbúin hvernig sem í litlum hópum því ég á svo ofboðslega mikið af gögnum sem að öll nýga því sama. Við sjáum til hvort að 20 mínútunar sem eru reyndan lengri, hvort að þær séu sprungan í vegginn. Við vonum það. Jón. Berlínarmúrinn. Jón, gaman að fá þig hingað, alltaf gaman að spjalla við þig og gangið vel í þínu. Takk fyrir. Við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.